Við komum hérna í þátt 7 í Myntkaup Arena. Frábærir gestir. Suðurnesja þáttur. Falur Harðarson, Ármann Vilbergsson. Ég ætla að kalla þig Manna Vil. Það voru allir að segja mér að gera það. Það er í lagi. Hérna, velkomnir. Takk fyrir það. Takk. Nú er vika í mót. Er ekki orðnir spenntir eða? Jú, það er alltaf gaman. Það er hérna á haustinn, við getum sagt eins og hérna var talað þegar bændur talað þegar beljónum er hleypt út á vorin. Já. Þetta er sama á haustinn með körfuboltanum. Er þetta ekki búið að vera eitthvað ekstra langt eitthvað off-season, eitthvað leiðilegt off-season? Kannski út af Eurobasket eða eitthvað, ég veit það ekki. Jú, þetta er búið að vera skrítið. Liður kannski ekki búin að æfa eitthvað merkilega þarna í ágúst út af Eurobasket og Já. ekki með hópana sína margir, bara fyllir út í Pólandi hana. Það er allt eitthvað svona aðeins seinna í gang út af EM held ég. En þetta er skemmtilegu tími bara. Fyrstu leikin er að sjá alla nýju leikmennina og hvernig liðið er að koma og svona. Þetta er ógeðslega skemmtilegt að sjá hvernig þetta er að koma út. Og líka gaman að sjá þegar þú sér hverjir stoppa stutt við. Já. Á þessum tíma síðustu ár yfirleitt búið að reka nokkra. Það er búið að spila það marga æfingaleiki einhvern veginn. Þú sér það bara strax, við getum ekki farið inn í móti með hennan. Já. Það er 1 fókinn, ég meina það, 2 fóknir. Og ég meina það er bara bæði staðfest, ég sá bara samfélagsmiðlum hjá umboðsmanni að Julio de Assis Já, það kemur ekki mikið óvart. Er fókinn, hann er ekki lengur leikmaður Stjörnunnar, spilaði ekki á móti Álftanesi fyrra dag eitthvað. Og ísraelski kaninn í Álftanes, point guardinn. Já. Hann er líka fókinn. Ég sá það hjá umboðsmanninum, hann er búinn að semja einhvers staðar í Pro A í Þýskalandi. Þannig að hann fékk, Pro A, Pro B, Karlsruhe, Tigers eða Lions eða eitthvað. Mér fannst þetta skrítið pikki á Stjörnunni að taka Julio de Assis því að maður sér að Baldur er krefjandi af sínum mönnum, þá veit ég ekki hvað hann ætlar að gera við Julio de Assis, Menn tala að þeir vilji meira eitthvað buffi tegin og eitthvað En mér finnst þú skrítið einmitt þegar þú sænir eitthvað sem hefur verið þarna í 3 liðum. Þú veist alveg hvað þú ert að fá, hann stækkar ekkert eitthvað á leiðinni, Við gátum eiginlega ekki nota hann í Valseríunni. Þið Grinndjánar? Nei, við gátum eiginlega ekki haft hann á vellinum, hann var bara í tómu rugli, Já. Hann er svona einhvern veginn, svona regular season, hlaup upp og niður, berjast, En hann er ennþá á landinu. Kæmur ekki óvart að sjá hann poppa upp eitthvað svona Akranes, Ármann, mögulega í góðu fyrstu deildarliði jafnvel. Eitthvað svona. Hvað er hann orðinn gamall? Bara, hann sé 30. Ég held að hann er í kærustu við hérna. Já, veit ekki. Ég held að hann er flottur upp á Skaga. Já. Í svona low seeded úrvalsdeildarliði eða fyrstu deildarliði sem að vill komast upp einhvern veginn. Þar væri hann góld, en í liði sem ætlar sér titla, það var óvænt. En ég vil áður byrja að hrósa þér. Já. Ég er ánægður með þetta podcast og ég sem iðnaðarmaður, þá er þetta kærkomið podcast inn í flóruna. Það ekki? Og þetta er smá breyting frá að alast upp í Grindavík, það var bara Bylgjan að Rás 2. Þannig að vera iðnaðarmaður í dag bara með öll þessi podcast, þetta er bara luxus. Hvað er þetta iðnaðarmannast? Ég er málari. Ok, hart. Þannig að maður setur bara pensilin í hönd og setur eitthvað podcast í eyrun og þannig að þetta er kærkomin viðbót. Já. Einu sinni í viku nóg eða? 2 í viku, flott. Það væri betra að 2. Já. Okay. Hérna, við ætlum að fara yfir öll liðin á Suðurnesjum og þó svo það sé engin njarðvíkingur hérna, þá eru þið alveg sérfræðingar hérna. Falur, þú ert farin að þjálfa þarna einhver yngri flokka? Já, ég sagði hérna, ég lét undan þrýstiki. Já. Þeir eru búin að hafa bara samband við mig í 5 ár í röð. Fyrst Logi fyrir 3 ár og svo Einar núna 2 ár. Hvað er þetta að þjálfa? 12. flokk í Njarðvík. 12. flokk. Hvað eru þeir þessir drengir þarna? Það er 2. og 3. ár í framhaldsskóla. Já. Brynjar Kári er ekki í því? Nei, þeir eru hérna. Þú varst að missa Patrik Birmingham út? Já. Ekki satt? Jú. En þeir eru 2 til 3 að æfa með hópnum í Njarðvík. Ok. Svona fyrir eftir hvað eru margir, en svo þetta er alveg niður í 11. flokk, Ok. 3 guttar hjá þar.
Þetta er bara skemmtilegt. Ég hef ekki þjálfað á þessum aldri síðan ég var að þjálfa Þröst Jóhanns og Sigga hérna Ísafjarðardröll í drengjaflokki í Keflavík fyrir mörgum árum. Been a while. Been a while. Hérna, hvernig Njarðvík Keflavík í vetur, þú veist með hverjum ætlar að halda? Og ætlar að mæti núna bara á allan Njarðvíkuleiki og... Ég veit það ekki, ég er orðinn hérna, mér finnst ljótt að segja frá því, mér finnst miklu skemmtilegur að horfa á þetta heim í stofu. Nú orðið. Maður er degraður. Já. Þetta er alveg, þú veist, ættum maður á völlinu. Nei, ég er með bara skiptiborðið og svo föstudegi eftir erfiða vinnuviku, ég er með 2 leiki í gangi og... Já, en svo er samt ógeðslega næs að mæta á völlin þegar þú ert mættur og einhvern veginn komið með sætið þitt, sko. Já. Þú veist, ekki í play-offs þegar þú þarft að mæta klukkutíma áður til að fá sæti. Nei, þá einhvern veginn sér maður aldrei eftir því að hafa mætt, sko. Nei. En ég hérna, að því þú tala Keflavík Njarðvík, við hittumst þarna í fyrra, hérna þegar Damon kom inn til landsins og við fórum á Keflavík Njarðvík. Það var rosa fyrir, en mér þótti miklu skemmtilega að hitta strákana. Heldur hann horfa á leikinn, ég horfði varla á leikinn. Já, ég skil. Reunion bara í stúkunni. En mér finnst hérna frábært að horfa, þú veist, maður er svo degraður eins og þú segir, maður hefur það svo gott með alla þessa körfubolta í sjónvarpinu. Það var alltaf munið, þú veist, það var leikur 6 og svo var líka leikur 8-15 sem var geggjað. Á föstudögum? Nei, það var líka á tímapunkti, þá var líka á 50-dögum, svona af og til, þegar það var svona luxus. Þá fekstu tvíhöfða af og til báða daga. Svo minnkuðu þeirra barnir fyrstu daga og svo núna einhvern veginn vill enginn spila klukkan 6 því að þú nær ekki að selja nógu marga bjóra og eitthvað svona stemningsdæmi. Þannig að nú er maður einmitt bara eitthvað á því að, eins og Falur segir, að það eru 4-5 leikir í gangi á 50-degi. Ég fer eitthvað, það eru alltaf út í KR og horfa á einhvern leik og 20 stiga munur og ég er bara svona andskotin, það eru 3 aðrir geggjaði leikir í gangi, sko. Ég er alveg þar, sko. Að geta bara farið og horta á bara skemmtilegasta leiki. Já. Þetta er, nú er ég aftur að fara í gamla tíman. Maður var í den, maður var að hlusta á þetta í útvarpinu beinalýsingu og svo var maður alltaf hringinn í strandgötuna. Hvað er staðan? 91-90, svo hringdi maður eftir 30 sekundur. Hvað er þetta gaman? Ég er fæddur 85. Ég held að við erum bara svipað gamlir. Það er eins og þú hafði lifað einhverju annarri öll. Ég var bara, þegar Grindavík var að spila í strandgötunum, ég þurfti bara að fá að vita hver úrslitin væri. Textarpi var alltaf svo seint. Þetta er sturlu staðurinn sem ég verði að koma inn í. Þið eru fæddir 85, fyrsta tímabilið mitt í meistaraflokki var 85-6. Ég er undir 88, ég er ekki alveg svona gamall, sko. Svona svipaður. En djöfull, ert þú gamall? Já, ég er hundgamall. Hérna, sko, byrjum bara á Njarðvík og fáum bara upp spjaldi hvernig liðið þeirra lítur út í dag. Njarðvík voru að keppa í gær. Þeir töpuðu gegn Ármanni með 10 stigum á heimavelli. Þeir töpuðu held ég fyrir Keflavík líka áður þeir fóru einhverja ferð til Króatíu eða einhvert Spánar eða eitthvað. Þú kannski veist það betur en ég, Króatíu. Já, þeir fóru til Króatíu. Já. Hvernig gekk þar? Veistu eitthvað? Hefur eitthvað heyrt? Já, þeir voru ánægðir með æfingarferðina, veit ég. En ég veit ekki hvernig leikinni fóru per se. Nei. En hérna, ég held að þeir verði fljótari að koma sér af stað. Já. Af því eins og tölum hérna fyrir þáttinn. Þú veist, þeir eru með stóran hóp frá því í fyrra. Já. Og það verður auðveldara fyrir þá að mixa inn nýju mönnum. Ég meina breytingin er eiginlega bara nýr Kani í leikstjórnandan. Já. Og svo fá þeir Carlos Nova inn sem Evrópumann í staðinn fyrir hvern? Hver var þarna? Erum við með það? Ég man það ekki. Þeir sendu heim hann einn eftir 50 stelum. Já, þeir voru með einhvern mjög einhverja vonda mannesku sem að skaut endalaust. Já, hann átti 1 góð leik. Alveg rétt, já. Það var þegar Keflavík leyfði honum að fara á skotæfingu. Já, akkurat. Það sett hann bara eitthvað 9 þrista eða eitthvað. Það var alveg stór merkilegt. Já. Svona sense of urgency. Hvenær ætlar að byrja að dekka gæðin? Það er búin með að skora 15 þryggjast eitthvað. Já. En ég eiginlega bara man ekki hvort það hafi verið einhverju fleiri. Mér líður eins og þetta hafi bara verið Shabazz og þetta skilti sem við vorum með og svo einhverjir, og svo köttaði þennan aukaleikmann og þá fannst mér þeir einu manni of short. Já.
og þá voru Isaiah Cotton og Brynjar Kári Snjólfur að koma inn á og berjast til skiptis. Já, en svo náttúrulega spurning hvernig þessi skipti verða í leikstjórnanda þegar að Kaninn sem að fór yfir í Grindavík, Shabazz, að þú veist, hvernig þessi nýji í samanburði við þennan? Já, það var nú smá gert grín að því í svona mínum vinnahópum að fyrirsögnin á öllum körfuboltamiðlum var sko það sem að Rúnar Ingi sagði sko, við erum búin að leita endalaust að þessum öðruvísi Kana. Já. Og svo gaur með ennisband og dretta sem að er nákvæmlega eins og allir hinir Kanarnir sko, nema bara aðeins lélegri í körfubolta miðað við síðustu 2 leiki sem ég hef skoðað. En þú sérð bara hennar mannskap, þetta er alveg hryggjarsúla til þess að gera eitthvað. Og ef að Kaninn virkar ekki og Rúnar gefur hún séns en Þessi Kani verður ekki hérna, ég ætla bara að fakta. Og ef hann fær betri Kana og Carlos Mateo, ég er nú ekkert alveg viss um það sko. Nei, hann sleit krossband hérna síðast. Hjá Njarðvík og hann hlýtur að vera einhverju svona trial, eitthvað koma sér á stað díl bara. Þetta er eitthvað svona... Það er alveg grundvöllur fyrir því að breyta og ef þeir fá 2 góð púsl, ég ætla ekkert að drepa hennan Kana strax sko. Ég ætla að leyfa honum að afsanna en þá eru Njarðvík með þessa hryggjarsúlu bara mjög sterkir. Manstu eftir Kanun sem þeir voru með í fyrra í æfingaleikjunum? Hawkins eða eitthvað. Hann bara minnir mig á hann sko. Hann er bara svona, þetta er svona role player Kani. Hann dreifir boltanum, spila vörn og svo bara tapar fyrir Ármanni með 10 stigum og það væri þægilegt að vera með Shabazz að droppa 25 sko. En svo veit ég ekki hvað þessi gæi hvað er langt síðan að koma úr skóla. Eða, þú veist, það eru sumir Kanar sem eru bara allt og lengi að verða atvinnumenn frá því koma úr skóla. Þessi var í Luxemborgi. Já, og ég skal koma með góða tölfræði samanburð þar. Hann var í sama liði og Everett Richardson sem við allan þekkjum að kalla það. Þú hefur líka keppt á móti honum. Everett var í þessu liði með 30 stigum eldri-leik, þessi var með 18. Ef þú ert Amerikani ekki með 25-30 stig í Luxemburg, þá ertu bara ekki að fara að vera í Njarðvík sko. Það er bara mjög valið. Þetta er bara ógeðslega high scoring, engar varnir, fyrsta skref í Evrópudeild einhvern veginn. Mér persónulega finnst allan að ef þú ert með Mario Matos komið með íslenskan þá ertu komið með helviti góðan grundvöll til að við geta verið með 4 enda með Veigar og stráka og átt að geta búið til helviti sterkt lið. Já, ég meina að Lottier er oft kallaður af mörgum, svona álitinn besti Evrópumaður, Kane er náttúrulega líka Evrópumaður, en hann er svona alltaf upp þér sem eitt svona besti... Hann hlýtur að vera erfiðasti leikmann til að dæma hjá í deildinni. Það er bara að hnoðast í hvert eina skiptið, komið svo lína. Hann er líka ógeðslega áræðinn þegar hann dræfar. Það er bara... Hann minnir mig samt stundum á svona, þegar maður er í 8. og 9. bekk, og það var einhver svona sem er orðinn kallmaður, svona bráðþroska og bara svona alltaf þegar hann fær boltan þá bara keyrir hann niður alla sem eru ennþá ringlulegir sko. Mér fannst í fyrra á móti Álftanesi í play-offsjöfum, sérstaklega í útileikjunum og Dvein var að skiptast á og hnoðast alveg á milljón og Shabazz einhvern veginn þurfti þó að finna einhvern veginn skoti sitt út úr því, það var að taka vilt skot, engin stjórnun. Þá leit sóknarleikurinn bara mjög illa út hjá Njarðvík. Ég meina, hann hnoðaði Njarðvík bara svolítið út úr þessari seríu. Þeir fóru ekkert inn á Milka viti og en hann er samt ógeðslega góður. Hann er ógeðslega góður, sko. Ég held að öll lið var örugglega til að hafa hann í liðinu sínu, sko. Þú veist, þetta bara snýst að hvað, þú veist, eins og þú varst að minnast á, margir leikir hjá Njarðvík í fyrra, fannst mér, vera svona, ok, núna átt þú að gera eitthvað. Ok, núna átt þú að gera eitthvað. Shabazz er svolítið svoleiðis. En þeir fóru á raun þarna þegar hann látið meiddist. Það var oft að tala um hvernig verður þegar hann kemur tilbaka. Það er oft bara og það var einhvern balla sinn var skrítinn. En ég meina, ég ætla að segja því að Falur er nú, þú kallaðir hann hérna, hvað kallaðir hann? Faðir Run and Gun á Íslandi. Guðfaðir Run and Gun á Íslandi. Já, ég held að, ef mér skjáttlast ekki, síðasta tímabilið var 2003. Og þá er það fyrsta árið sem ég bara sitt á bekknum og Grindavík. Ég man bara hvað Falur fór í töðunar á mig. Hann var að setja þessa þrista svo var að skýta glott á sér og með þetta þessa þrista milli miðju og þriggja, ég var að vera alveg geðugur á þessu.
Fórum þetta ekki taugarnar á fleirum en þér? Jú, þetta var bara svona holdgerfingu Keflvíkingi sem fannst mér alltaf. Ég vil að spyrja þig, Falur, sem ég meina gamall leikstjórnandi. Mario Shabazz, af því að við förum svo yfir Grindavík á eftir og allt það. Hann í raun bara tvistur. Ég meina, þetta ekki bara skorara pointgardar? Þessi kanar sem eru að koma, oft tikkar ekkert rosalega mikill halfkort sóknarleikur í kringum svona gaura. Ég skal segja, ég gaman á nefnir á því þegar ég spilaði tvist lengi, svo var ég mjög lengi sem ás og ég átti það til að, eins og þú sagðir, skjóta lengst utan á velli og hitti í stundum. En mér finnst leikstjórnandi, hann verður að vera með fyrsta priority að halda liðinu gangandi. Skilurðu? Já. Og svo átt að hugsa hvar tækifæri fyrir sjálfa þér. Já. En það má ekki vera öfugt. En þetta ótrúlega þunn lína samt, Ég veit það. Og sérstaklega með Amerikanana sem að koma, sko. En þegar að þú kemur upp sem leikstjórnandi Já. og enginn búinn að snerta boltann og tekur skot, það bara fyrir ekkert meiri taugarnar á mér í lífinu. Já. Já, ég meina, og Shabazz klálega þannig og bara ótrúlega mikið af þessum, en svo einhvern veginn, sko, mér finnst ótrúlega gaman að tala stundum Didrik Basíl, sem frábær leikstjórnandi. Já. En svo, einmitt, ertu búinn að koma með leik, ertu búinn að setja upp og svona fyrsta veif einhvern veginn búinn í sókninni. En þá þarftu samt líka á Íslandi að verða nógu góður sem amerískur point guard að bara svona, ok, nú eru 10 sekúndur eftir, hér bolti, nú þarftu að gera eitthvað. En þú ert búinn að reyna að hlaupa eitthvað kerfi. Já. Og mér finnst Basíl til dæmis í finals eða undanúrslitum öll sín ár rekast á það að kannski hafa það ekki á því leveli. Ég held að við tölum kannski meira Shabazz á eftir, en bestu skoti sem hann fékk í Njarðvíkum fyrir það var oft þegar Veigar var búinn að kreita fyrir hann. Já. Af því hann var eiginlega bólhendlur með honum og hann var mjög mikið með boltan í höndunum, Veigar. Þá fannst mér Shabazz líða mjög vel sem tvistur. Já. Þannig það er svona spurning með hann. Já, ég meina, en eins og núna, það sem ég hef séð af þessum, séð og heyrt og skoðað, að ég held að þetta sé of mikið svona pjúr rulluspyrir á point guard fyrir deild þar sem að hann þarf bara, ég meina, Veigar Páll frábær í mörgu og búinn að taka mörg stór skref, en Veigar Páll mun ekki breytast í Hilmar Hennings í vetur. Nei. Hann er ekki að fara að karja Njarðvík í gegnum einhverja seríur með rulluspyrir að kanna. Og fyrir mér er þessi kanni ekki nógu góður með Veigari sem ást fyrstur, skiljiði mig. En það er við þessir hann og fleiri erlendi leikmenn, þeir hafa svona, ég myndi segja 3-4 vikur í viðbót til þess að stimpla sín. Já. Og þá er komið 10 punktur og segja, erum við að fara að halda áfram með hennar gæið ekki. Og þá þurfa menn að taka ákvarðanir. En mér langar að koma inn á einn sem að, og það hef ég bara út af því ég er búinn að sjá hann út að ég er með æfingar á eftir Njarðvík 2 í viku. Ertu það svona geggjum tíma klukkan 9:30 á kvöldin? Já, bara geggja maður. Og það er þú varst að segja ég var svo gamall, ég er ekki með börn heima. Nei, út með uppkomin börn, það er rétt, þú hefur ekkert að gera heima hjá þér. En það er hann Brynjar Kári. Já. Hann er búinn að, ég fann að fylgjast með honum á æfingum. Já. Í þessar 10-15 mínútur sem ég er þarna þegar áður en æfingi byrjar. Þegar þeir eru að spila eða eitthvað. Hann er bara, já, þú veist. Þetta er strákur sem er 20 á árinu. Já. Og þú veist, þetta er ekki krakki lengur. Nei, og hann er búinn að physically bæta sig frá það að ég sá hann í einhverjum drengja- og úlingaflokkum. Hann er orðinn mjög líkamlega sterkur, varð það allt einu í fyrra. Og þetta er svona, þú veist, þetta er næsta skref. Þú veist, hann spila 10 mínútur á leik í fyrra. Þú veist, verður það 15 mínútur, verður það 18 mínútur, ég veit það ekki. Já. Þú veist, það er bara, verður gaman að sjá. Já. Ég vann, sko, því ég hef alveg vitað í 100 ár hver hann er, bara út af að ég hef alltaf þjálfað einhvern veginn, einhverja yngri flokka þar sem hann er svona einn af aðal í Fjölni. Já. Og ef hann getur sem sko íslensku bakkari verið með svona korteri konsistant þriggjastigaskot. Já. Skilurðu, af því að svo er Dwayne Lottier að hnoðast á móti öllum og Milka að hnoðast á móti ennþá fleirum og kikka honum út á hann
og ef hann gæti skotið bara svona 33% Já. að þá held ég að 10 mínútur fara upp í 18 hjá honum sko. Já. En það er bara, þú veist, þetta er fyrir stráka á þessum aldri sem eru, þú veist, ætla sér að gera eitthvað. Þá eiga að taka, þú veist, ekki að fara að hugsa, já, ég ætla að komast í landslýshópi í ár. Skilur, þeir eru að taka þetta í skref. Já. Líka miðað bara hvernig íslenski markaðurinn er í dag, þá er bara gulsi gildi að pikka upp svona stráka. Já. En samt væla þessir B-klassa íslensku leikmenn endalaust yfir því hvað eru margir útlendingar. Þú veist, það Brynjar Kári akkurat leikmaðurinn sem að maður hefur heyrt, og ekki bara hann heldur líka stjórnarmenn og formenn og þjálfara og alla tala að þessi típa af leikmönnum hættir bara í körfubolta 24 ára því að það er svo margir útlendingar. Það er akkurat Brynjar Kári, Veigar Páll, qualityð af leikmönnum, skiljiði. Þannig að svona, en hann er kannski bara líka með góða, svona gott rólmodell í Veigari sem er rosalega svona áunnið hvað hann hefur náð. Þú sér það bara á Veigari hvað hann er búinn að leggja hart að sér, sko. Hann er bara nautraustur með einhvern veginn getur skotið, dræfað, bara maður sér að þetta er allt auka vinna hjá honum. Sko, ef að væri hægt að búa til uppskrift af hvernig hún er árangri í íþróttum, þá ætti hún að vera svona, sko. Þú ert einhvers staðar hérna í getu, svo ferðu svona með mikilli vinnu og eljusemi og liftingum og öllu, þá verður alltaf gradually aðeins betri. En svo koma svona gæjar inn á milli, eins og, þú veist, bara segja ykkur, í gamla daga þegar ég heyrði af stráknum í KR sem var svo góður og ég fór í fjölliðamót hérna bara á Laugardegi til þess að horfa á Jón Arnór Stefánsson spila í held ég 11. flokki, 10. 11. flokki. Þú veist, hann kemur og eyðileggur þessa kurvu, skilurðu? Hann verður svona góður og svo fer hann bara þarna. En það krakkar er alltaf að horfa á þetta lið. Auðvitað eru alltaf einn og einn svoleiðis, sko. En það er svo fáir sem nenna þessu, skilurðu? Að verða góðir hægt og hljótt. Hvað, ég meina, tímabilið hjá Njarðvík í fyrra. Taka einhvern veginn svona black horse allan tíman. Einhvern veginn spáð bara í bara hvað 9. sæti, sko. Bara af official spáni og bara hlaðvörpum og körfuboltakvöldi og eitthvað svona 7. til jafnvel out of playoff spá. Bara eitthvað Milka, bara eitthvað bla bla bla, ekki hægt að nota hann í vörn og engir Íslendingar sem geta neitt í liðinu. Svo enda þarna bara eitthvað svona korter á eftir eða það ekki Tindastól og Stjörnunni. Enda í 3. sæti eða? Þeir enda í 3. sæti og þeir tapa fyrir Álftanes sem lendir í 7. sæti. Ég fór á bikarleik þar sem að þeir töpuðu fyrir KR með sko 30 stigum í bikarleik. Ekkert eðlilega leiðilegu leikur, hann var bara búinn í fyrsta leikluta, sko. Eru Njarðvíkingar sátti með síðast tímabil? Ég ætla að spyrja þig að því að þú ert að vinna þarna 4 daga í viku eða eitthvað. Ég hef ekki svarið. Ég held að það hefur verið mjög svekkjandi fyrir þá að detta út í úrslitum í fyrra. 3-1. Þeir ætluðu sér stærri hluti þar. Ég er alveg viss um það. En svo þá fara þeir með, koma þeir örugglega með eitthvað Salomonsdóm og segja hvað er spá 7. til 9. sæti. Enduðum þarna. En þú veist, svo er bara það sem gerist á hverju tímabili. Að, þú veist, lemdum íþróttalið sem lendur ekki meiðslum. En þeir voru góðir í gegnum meiðslum með OTR munið. En það er að sé einmitt að það er að segja. Þeir lenda í meiðslum með einn af sínu bestu mönnum. Svo eins og þú minnist á áðan, hvað verður þeir að gefa tilbaka? Það er oft bara meira vesen á miðju tímabili þegar færði einhvern annan tilbaka sem var í einhver ákveðri stöðu áður en hann meiddist. Svo staða á ekkert endilega að vera til staðar þegar hann kemur tilbaka. En ég meina Milka er búinn að vera á Íslandi í 100 ár. Hann hefur einu sinni komist í finals. Mario er búinn að vera hérna í 6 ár held ég. Hann hefur aldrei komist í finals. Dwayne Lottier er held ég á 3. samning. Passar. Aldrei komist í finals. Getur þetta lið eitthvað komist lengra? Hefðir
það er ekki þannig viðbætur, fattar við. Þetta er bara svona... Ef þeir skiptum verða mjög heppnir við point guard og mögulega, Carlos verður kannski ógeðslega góður, en ég held að þeir muni skipta honum út líka. Hann verður svona aldrei ógeðslega góður, því við sáum hann fully fit, ekki komandi úr meiðslum og hann var bara svona... Hann var bara fit D&3 gaur einhvern veginn. Já, ég held bara að þú þarft bara að vera með erlendu leikmennina betri þetta í þessari deild í dag, ef þú ætlar að vinna hana. Er þetta ekki einhvern veginn svona, er þetta ekki einhvern veginn bara svona Aston Villa eða? Þetta er bara fullt af svona proven gaurum sem þeir munu alltaf komast í áttalega úrslit að mínum mati. Af því að, Milka og þessir leikmenn, þeir bara taka þig alltaf ákveðið langt. En er þetta kallað contenderlið þegar þeir hafa í raun aldrei contendað? Ég er alveg sammálað sem þú segir, sko. Eins og til dæmis með Veigar Pál. Nú er hann ára eldri. Já. Ég veit alveg að hann var rosalega duglegur í sumar. Hann hefur alltaf verið duglegur. Hann hefur alltaf verið duglegur. Hvað skilar það liðinu? Hvað verður hann mikið betri ár heldur en hann var í fyrra? Heldur hann getur tekið stökk frá því í fyrra? Ég held að já. Ég held að hann hafi verið með, að verið skiltu eftir, hann var með eitthvað 11, eitthvað stig eða eitthvað svoleiðis sem er bara, þegar þú ert orðinn rulluspilur og Íslendingur í þessari deild, ekki landsliðsmaður, þá er yfir 10 stig bara geggjað. Ég er hérna með uppfærðastöðu, hann var með 12 stig, 4 frákast og 3 stóðsendingar. Getur hann gert betur en það? Á 30 mínútum. Já. Ég held að hann geti gert betur. Svo erum við Ég held að hann geti að fara í 15 stig pluss. Ég meina Hilmar Henningsson með 20 stig með þetta leik, hann var MVP sko. Já. Eða hann og Ægir. Ég tel að hann geti verið 15 stig pluss. Okay. Það er ágætis bæting. Ég held að hann sé þá, ef þú setur Veigar Pál í 15 stig, held ég að hann sé topp 5 stigahæstur Íslendingu deildarinnar. Já. Það væri alvöru skref. Já. En ég held að hann hafi alla burði til þess að gera það. Mér finnst Njarðvík fara eins langt og Mario og Milka líka spila vel. Ef að þeir eru off og munu ekki að frábært tímabil, þá held ég að þeir fari bara max semifinals. En verða þeir ekki bara einhvern veginn eins og þeir eru alltaf? Jú, Milka þarf að treysta bara svolítið á að hann verður að fá 6 jumper að þarna spjaldið og nýja leik. Hann verður að taka þau skot. Mario verður að setja skotið sín og hann er búinn að bæta skotið sitt ár frá ári. En þeir verða að vera konsistant góðir. En þeir verða líka að fá 20 stig 5 stóðsendingar frá Kana. Já. Þessi getur held ég svona harkað sig upp í eitthvað svona 16 eða eitthvað, en það er ekki náttúrulegt, fattar þau? Nei. Það verður fróðlegt sko. Já, ég held að þeir þurfi Kana sem er alveg deliverað 20 stigum. Já. Ég held að Rúnar sé bara eins og hann saði í þessu viðtali þegar ég sæna þennan, hann er bara að horfa í það eftir Shabazz að hann vill minna því að einhver Kani sé að skjóta á driplinu á fyrsta tempói og Milka og Mario sjá ekki boltan og eru hlaupandi upp og niður, að setja skrín og aldrei fá hann á rúllinu, að fá einhvern sem er að hámarka það, sko. Hann hefur keyrt heim af Álftanes-seríunni þegar þeir töpu úti og bara, þessi blanda virkar ekki hjá mér. Já. En það er hvaða þjálfari skilur það ekki, hann vil ekki fá á leikstjórnum sem jackar upp bara. Ég skil það mjög vel, mér finnst bara einhvern veginn svona, ég veit það ekki, mér finnst þetta smá, kannski bara svona óspennandi. Þú segir að það sé svona mikið continuation af liðinu, sem er alveg, það er gott, það er svona góðu grunnur, en mér finnst viðbæturnar 2 í held ég Carlos, Mateo og Brandon Averett og engin íslensk viðbót. Ég held að það sé engin íslensk viðbót. Nei. Hjá Njarðvík, jú, það er Bóas, það er ungur drengur, hann er kominn frá Tenerife. Hann er Keflvíkingur eða ekki? Keflvíkingur. En er hann ekki spila fyrir Njarðvík? Er hann í 12. flokki þér? Já. Er hann góður? Já, þetta er efnilegur strákur. En aftur á móti, hann er 18 ára. Já, það er svolítið í hann. Já, en það er miklu betra að sitja viljugan helst eftir byggju sem þetta lemja fram. Hann er einn af því. Er hann duglegur sem sagt? Hann er duglegur. Ég menn það verður ekki tekið af þessum brekk með sko Brynjar Kára, Cotton, Snjólf, Veigar í byrjunlega, þetta eru duglegi gaurar sko. Mér finnst þetta Snjólfur ekki duglegur. Hann er duglegurinn á vellinum. Rottalega duglegur. En svo er hann En svo líka bara, mér fannst Rúnar heilla mig sem þjálfari á fyrsta tímabilinu, maður vissalega að hann væri góð þjálfari eftir kvennalið hjá hann. Og bara eftir að hann var point guard
Já, með svona kannski, mikil heili hefur alltaf verið að, já, bætti alveg upp fyrir að vera ekkert rosalega snöggur já, Já, sem point guard með að vera með hátt IQ, sko, þannig að maður bjóst alveg við því að hann einmitt yrði já. flottur þjálfari. já, En ég meina þarf hann samt ekki að skila einhverju betra í vetur. Ég meina, þetta hljómar kannski heimskulega, en ég meina skiptir einhverju máli hvort hann endi í 3. eða 7. sæti ef hann tapar fyrir 7. sætinu í playoffs. nei, skiptir engum máli. Þú veist, þeir taka 3-1 exit, þeir þú veist, skýta bara í bikarnum. Já, Ég meina, Ég segi sko, það er vonbrigði ef að þeir ná ekki fjarlægu úrslit. já, ég er með 2 ári, já, ég er sammála því. Ef þeir taka eitthvað svona hetjulegt 3-2 á móti Tindastóli í fjarlægúrslitum, þá bara, jú, allt í lagi, höldum áfram að byggja á þessu einhvern veginn. En ef það er aftur early exit 8-liða úrslit og ekkert bikarævintýri í höllina eða eitthvað, er það ekki bara vonbrigði, einmitt. Ég myndi setja markið þar, þú veist, að allan að komast í fjarlægu úrslit. Hvert spáið þeim? 4., 5. Mér finnst 4. og 5. Já, ég held að það sé valið. Stjarnan, Tindastóll, Valur, mögulega Grindavík, mér finnst það að vera sterkar lið heldur en Njarðvík. Ég náttúrulega þekki lítið til Keflavíkur, það er þetta svolítið að spá í á. Ég segi það sama, við tökum það á eftir. Já, Eru menn eitthvað að hafa áhyggjur að tapa fyrir Ármanni á heimavelli og allir með? Viku í mót? Nei, Ekki neitt? ég ætla að fá að kvóta minn besta vinn, Albert Óskarsson, sem spilaði með mér lengi í Keflavík. Hann sagði bæði eftir sigurleiki og þess að fáið tapleiki ef maður tapaði fyrir áramót. Það verður engin Íslandsmeistari í október. Nei, hvað þá í Engin september? Ísland- Hvað þá í september? Hvað þá í nóvember? Eða í desember? reyndar, það fór stundum tjóðum, stundum var Fannar Ólafsson segið í Köruboltakvöldi. Það verður ekki en Íslandsmeistari hérna í nóvember, Nei, en þetta er svona stígin eins og þegar þú varst með Hauka, já, þú þurftir eiginlega að ná í stígin í byrjun. Já. bara 100%. Þannig að það, þú veist, þótt En að það- en það voru oft sagt með þessi lið, sko, nei, Já. en þú getur samt verið og komin Ég, aftur sko- úr með að taka ekki þessi stig í byrjun. Já, sko, hann náttúrulega var einhvern veginn alltaf í Káur og þar undir Keflavík. Þetta getur Þar verið bestu skiptir liðin. þetta kannski Já. minna máli. Akkurat, það Þar sem ég var að skiptir segja. þetta minna Já. máli. En fyrir lið sem fyrir- Njarðvík verðar að fá stig í byrjun. Ég meina annars gæti þeir enda á því að vera að berjast um 8. sæti við eitthvað Káur eða En eitthvað. ég segi líka, sérstaklega þegar þú ert að þjálfa lið í byrjun móts, í neðri deildinni, eða neðri hluta deildarinnar fyrir ekki, Já. þar verður að ná í stig fyrst. Ég meina, ég held að sko fyrstu 3-4 leikirnir fyrir bara nýliðana Já, að geta náði kannski 2 sigra, já, þú veist, jafnvel bara 1. Það er bara sturla hvað það myndi gefa þeim líka bara svona, þú veist, þá er stjórnin eitthvað byrjuð að pæla, skilur við, herru, getum við skipt út þessum ódýra gaur, fengi einni viðbót inn, við erum komni með 2 sigra, sko, Já. sem við byggumst ekki við, og hin liðin eitthvað svona, Njarðvík ennþá bara eitthvað, kannski, don't give a shit, skilur við, droppa einum leik. Þannig að, en þú veist eins og til dæmis deildin er búin að vera síðust ár þegar að lið er að kroppa sigra á okkar öðrum, allan deildina sko, þá skiptir málið að vera vel mannaður í byrjun og fara ekki að byrja á einhverju losing streak sko. já, þetta kvót á svolítið við einmitt svona Lið sem þú veist að Val og verður hann uppi, Tindastól sko. stjörnuna Já, sem að svona, Já, þú veist að vélinn er þarna sko, Já. já, en lið sem að er ekki með hennar vél sem hefur nokkuð tíma farið í gang, þá skiptir bara hellingsmálið að sjá það fara í gang, myndi ég að segja sko. Ég heyri einhvern veginn Ívar Áskrim segja að hann sagði að það er svo erfitt að mæta nýlum í byrjun, þeir eru ekki búin að fatta hvað þeir eru lélegir. Já. Það gæti verið máli með Ármann í gær, menn þeir skora 100 stig og við skulum fá eitt vídeo á skjáinn bara núna og hérna hvetja alla sem eru að hlusta á Spotify og Apple iTunes að horfa á YouTube til að sjá þessa frábæru tróðslu í gær í leiknum. Mér finnst þetta svona, Bragi Guðmunds líka kristalla svolítið það að þeir eru ekki búin að fatta hvað þeir eru lélegir, ef þeir verða lélegir, fattar þau. Það er svona, það er ekkert eitthvað svona, það er svo mikið sjálfstraust einhvern veginn sama hvað er í gangi í þeim gæja. Já. Ég ætla að segja sko, mér finnst þetta svo mikið svona summera það upp að þeir eru ekkert, þú veist, búin að fatta það að þeir séu kannski, ég meina hann er bara stöffunum yfir Mario, skilur, transition með Ármanni sem var síðast í úrvalsdeild, þú veist, áður en þú spilaði. já. En já, hérna, ekki bara ljúka Njarðvíkur umræðum hér, eða? Jú, það ekki. Hvað, svona 4. og 5. sæti? Erum við ekki bara allir sammála um það?
Jú, 5. sæti? Já, rétt fyrir utan Hong Kong. 4. og 5. Það er mjög mikil svirði að lenda fyrir ofan. Já, sko ég hérna verður með mína opinberu official spá í næstu viku. Já. Ég held að ég muni setja Njarðvík í 5. eða 7. sæti. Já, ok. Ég ætla að vera einu neðar en þið. Hendum okkur þá bara beinustu leið til Keflavíkur. Já. Spjaldið er komið upp. Glænýtt lið. Þú ert með hérna símaskrá af komnir farnir. Já, ég tók það á karvan.is og þú veist, þetta er bara nýtt lið. Þú veist, það er nýr þjálfari, nýr aðstoðarþjálfari. Það eru á þessu hérna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 leikmenn farnir. Já. Sem voru í leikmannahópi í fyrra. Sko síðasta tímabili á Keflavík er mögulega mesta bull season sem nokkurt lið hefur átt í úrvalsdeild á Íslandi. Já. Bara með þessu leikmanna brölti hjá þeim. Já, þetta var alveg... Var ekki bara of lítið talað um það, hvað þetta var mikið gjaldþrot? Þetta var bara alveg... Og hvað það var svo mikið gjaldþrot að það var mjög heppilegt að hafa ekki farið á leikina hjá Keflavík fyrir. Já. Og það ég skal bara játa það hér og nú að ég skipti af svona 60% af leikjunum. Bara nennti ekki að horfa á þetta. Nei. Það var svo mikið bull og vitleysa og leiðilegt að horfa á þetta. Já. Að það var mikil heppni að vera heim í stofu og geta skiptið á næsta leik. Ég held ég hef aldrei séð jafn marga góða körfuboltamenn svona síðan ég byrjaði að fylgjast með einhvern veginn á Íslandi körfubolta frá 8. bekk eða eitthvað. Jafn marga góða körfuboltamenn vera jafn ógeðslega lélega. Bara sem lið. Ég segi að þú veist, það er bara persónulegt mat. Það fór að halla undan fæti hjá Keflavík þegar þeir létu litla gæjan fara, leikstjórnarna. Wendell Green. Já. Og var ekki poingar sem þeir tóku. Nei. Það var out of shape hann og tók hann helviti langa tíma aðeins að komast í smá form. Já. Hann var góður í körfubolta. Já. En manni leið alltaf eins og hann vildi ekki vera hérna. Svona einhvern veginn. Það er eitt að vera með swag og cool en þessi var bara eitthvað í fíl út í lífið að vera hérna. Mætir hann, þú veist, hefur átt einhvern NBA-leik, mætir svo bara Pétur Ingvarsson var banninn að spila vörn og fara í eitthvað svona algjöra eitthvað bull. Það hefur verið svolítið viðbrigði fyrir hann. Ég meina, það er bara svona eins og þú segir, Falur, það er bara algjörlega hreinsað út. Það er bara fyrir utan Jaka Brodnik, Halldór Garðarsson og Hilmar Pétursson. Þá er bara einhvern veginn svona bara hreinsað út. Öllum útlendingum út og veist, meira að segja Ígor Marits held ég. Já, Ígor Marits er bara hættur. Ég talaði við hann sjálfur daginn. Hann spilaði æfingaleiki daginn. Já, hann sagðist vera hættur. Vá. Hann er fertugur. Já, standi. Alveg topp standi. Reka Carlos Nova á morgun og sæna Ígor Marits. Ég var að segja við hann, ég hitt hann á leiknum hérna Njarðvík Keflavík í fótbolta. Fór og stóð þar í roki og rigningu og horfði á þann leik. En hérna... Ætlar á leikinn á laugardaginn? Já, ég gæti trúið að ég myndi fara á leikinn. Við erum að tala um HK Keflavík í fótbolta? Já. Fyrir áheyrendur og horfendur? Já, ég held að ég fara á leikinn, já. En hérna, ég var að tala við hann og ég var að segja, þú veist, hann var að segja, hann var í hættur og hann var í fertur og ég sagði, já, Luka Modric, hann fór í AC Milan og hann er að spila þar. Nákvæmlega. En hvað... Ég meina, og hann var góður í fyrra, ég meina, í öllu þessu þroti í fyrra, var hann ekki bara, hann var einhvern veginn eini gæi sem var eitthvað að gera þarna. Já, maður svona skynja líka á hann, honum var ekki alveg sama. Bara alls ekki. Ég ætla bara að segja það, þú veist, hann er svo eini í liðinu í fyrra og núna verður einhverju pirraður út í mig. Hann var svo eini í liðinu í fyrra sem að ég hefði tekið í lið með mér í gamla daga í Keflavík. Já. Skilurðu? Hann hefur enda verið frábær í hlaupa þarna með á vængnum og setja hann sko. Þú veist, hann var með hjarta, eins og þú segir, honum er ekki sama hvað er að gerast. Já. En það er bara allt og margir. Já. Þú veist, það var bara nánast allt liði í fyrra svoleiðis. Fannst bara allt í lagi að önnur lið kom og bara, þú veist, valtaði við Keflavík og labbaði út og það bara, ok, næsti leikur.
Ég meina, var einhver Keflvíkingur í liðinu eða? Hann var helviti langt síðan að vera einhver Keflingur Ég meina Keflvíkingur, sonur Sigga Ingimundar, Já, Frosti, Frosti. hann var svona 10. 11. maður. Já. Hann var eini Keflvíkingurinn í liðinu, ég held ég sé ekki að bulla. Hann er með, þú veist, á startinu á KKÍ sem ég var að skoða. Já. Þú veist, hann er með 1 mínútu og 54 Já, en hann á leik. er eini Keflvíkingurinn sem er Já. með mínútu. Ég Já. veit að Halldór Garðar er eitthvað gifturinn í samfélagið Já, og já. fauti og allt það, en þú Já, veist, hann er svona tósari, sko. Við nefndum Já. stundum að þarna, og þegar við vorum að spila undir Keflavík og horfðum á bekkinu á Keflavík og það var eini Keflingur á bekknum að vilja á kústinum. En það er bara, þú veist, og það verður svoleiðis ókomin ár fyrir Keflavík, því miður. Ég meina, fáum upp spjaldið núna, liðið þeirra í vetur. Valur Valsson er Keflvíkingur. Já, Hérna, þeir fá Ólaf Björn, sem er gott sæn. Ég hefði viljað Gulla fá hann. Elsusson, ekki satt? Ég vilja fá Já. hann til Grindavíkur. Já. Hann er með þetta irrational confidence sem að Bragi Guðmundsson er með. Hann mun taka bara 5-3 gesta skot sama móti hverjum hann er að spila. Stundum gott, stundum vond. Ég meina, hvernig líst ykkur á þetta? Lið? Ég náttúrulega við erum ekki búin að sjá neitt af þessum, eða ég er ekki búin að sjá neitt af þessum körnum Nei, sem er að koma. ekki heldur. Og það er alveg óvitað. En sko, ef við förum aðeins yfir bara hvað þessir leikmenn sem eru fyrir voru að gera í deildinni í fyrra. Jaka Brodning með 13 stig á 26 mínútum. Mér finnst hann reynda búin að líta mjög vel út Já, í öllum æfingarleikum núna. Ég- Ekki gærendar held ég, heldur hann ykkur 4 stig, en fram að því lúkka mjög vel. hann er bara búinn að vera solid leikmaður á Íslandi síðan hann kom, Já, bara síðan hann lendi. Hann er bara, þú veist, Hann er samt ekki Taivo Badmus, nei. þú veist, hann hefur ekki unnið neitt hérna og hann er ekki í þessum Hann er bara eins- hæsta flokk launalega eins og við förum kannski í Grindavík eftir. Það eru ekki allir að ringi Jaka Brodning eftir hvert sísón. hann er verðmætur núna af því að Já. hann er orðin Íslendingur. Já, true. En hann er bara nákvæmlega eins og Mario Matosovic. Já, Algjörlega. Svo eru við með Halldór Garðar og Hilmar Pétursson. Þeir eru bara sami leikmaðurinn hjá Keflavík í fyrra. Þeir voru Já. báðir með 22 mínútur, annar var með 15 sekúndur og hinn var með 25 sekúndur. Já. Skilur þetta? Hilmar þarf að sleppa svolítið við meðist, Þeir eru komast okkar rönn. Þeir eru báðir með Já. 10 stig á leik. Eins og vorum að tala Veiga Pála. Þú veist, ef að Keflavík á að geta eitthvað, þá verða þessir að koma með meira í sarpinn. Sko, ég er með eitt take. Hilmar Pétursson og Hilmar Hennings koma á sama tíma heim úr Pro A. Já, Svipaða tölfræði. já. Ég held að Hilmar Pétursson yrði svipa góður og Hilmar Hennings í fyrra. En hann var lélegri heldur en Veiga Páll í fyrra. Já. Já, Og ef að Keflavík ætlar að geta eitthvað meira heldur en að berjast þú veist, 5. sæti, þá þarf Hilmar Pétursson að vera miklu nær því sem Hilmar Hennings var í fyrra, heldur en að stefna á að ná að vera Veiga Páll. Sko. Já. Fattið þið hvað ég er að meina? Þetta er bara mjög vel sett upp. En sko, hann á eftir að samfæra mig, sko. Ég meina, ef við förum bara í Hilmar Pétursson, ég meina hann á hérna frábært sísón með Breiðablik, ekki satt? Áður en hann fer út. jú. Hann fer út eftir Blika sísón. Það Það tekur 2 ár í Þýskalandi og stendur sig bara frekar vel í Þýskalandi, sko. Fær áframhaldandi samning, held ég, mögulega skiptir hann um lið. Anyway, hann á 2 góð ár í Þýskalandi og var í lélegu Breiðabliksliði eða svona. Það er það sem ég ætla, bara sorry, er það eitthvað sem þú flaggar á Nei, þú veist, nei, þú gerir það ekki, Nei. en ég meina, Sko, hann á ógeðslega mikið inni, held ég. er það ekki? Ég held, og bara, með hvað það Keflavík væri miklu bull í fyrra, með Já. þetta marga erlenda leikmenn, ég held að það hefði verið svolítið erfitt að fungera. Já, Og reyna eitthvað að klárlega. stígu upp og þetta var bara allt í einhverjum apaskít þarna. já. Ég held að það eru mjög Samt- erfitt, en ég held samt að Hilmar Henningsson Já. hefði getað. Hann er þarna, hann er það góður. En samt sko líka með Hilmar sko Péturs að þú veist hann er með bróðir sinni í liðinu, pappans að þjálfa sem að var í Breiðablik þar gekk vel og þetta var svo mikið sett upp bara til að blómstra einhvern veginn sko, bara En þetta er dýrir prúfin útlendingar. En þetta er bara samt ekkert auðvelt hérna situation að vera í Nei. fyrir neittna af þeim.
Svo setur hann örgulega stílíka press á sig því hann ekkert á einhverju lágum launum hjá Keflavík sko. Nei, ég meina, það vildu allir fá þennan leikmann, hann bara einn af þessum fáum sem að allir vilja, ég meina... Talandi launin, svo það eitt sem að ég, þú veist, word on the street, hann sé bara að klára samninginu á Keflavík því hann er svo góður, hann hefði ekki getað fengið neitt betra. Já, ég hef veit þetta sama. Ég meina, hann var ekkert heitur biti eftir þetta sísón. Það er alveg á hreinu. En hvernig, veitum við ekki neitt um þessu útlendinga? Ég er aðeins búinn að skoða þá. Já, Kanni var í Kosovo eða ekki? Jú. Með einhverja 20% styrkjastega nýtingu. Ég er þetta með eitt take. Jordan Williams, Bretinn knái. Já. Hann verður farin heim. Hann er að koma úr sama liði og Georgíumaðurinn í IR og Serbin í KR. Þetta er lið sem var eitthvað 37 í fyrra í Rúmeníu. Það eru 3 komnir til Íslands. Hann er einhver umbóðsmaður grenjandi úr hlátri sko. Bara ég náði að selja 3 to Iceland. En eru menn ekki að tala þokkalega vel um hennar Möller þarna? Jú, það er hann að gaurinn með dreddana. Já. Hann er með rauðhárið með dredda. Og svo var hann klipptur og var á lyftuð einhver mynd á honum, eða ekki? Það var fyndið. Jú, menn eru búin að tala vel um hann, að sé svona hreyfanlegur stórgaur sem getur sitt lítið á hverju, sko. Ég veit ekki... En þeir, þú veist, eru þeir ekki að fara að bæta við 4. útlendingum? Það hlýtur að vera, ég meina það er pláss fyrir það, Jaka Brodnik er Íslendingur. Er það ekki, ég meina... Jú. Mér finnst það mjög líklegt. Þá bara fara þessi 3 á bekknum eitthvað smá í fílu og allavega 2 af þeim að þeir spila lítið. Ég meina þeir eru búin að vera með fullt af strákum þarna sem voru 20 leiki á bekknum á þess að fá meiri mínútur sko. Já. En sko... Kannski fara þeir svona af stað og sjá svo eitthvað hvað vantar og eitthvað svona, ég veit það ekki. En svo er bara, finnst mér bara pressa á Daniel Guðna. Ég ætlaði einmitt að spyrja út í það. Ári yngri en þú. Já, hann fættir 86. 86. Þjálfaði náttúrulega þitt lið í Grindavík í mörg ár. Já, þú veist, þetta er erfitt svolítið að mig sem Grindvíking, en mér langar að Keflavík á árangri því að 2 af mínum uppáhalds samherjum eru þarna þjálfarar, Daniel og Arnar Freyr. Ég man þegar við sænum Daniel til 2015 og ég var búinn að vera eitthvað fúll með mínútu fjölda hjá mér, svo voru að taka Daniel, ég ætla ekki að yrða á hann að gaur. Það tók mér svo 20 mínútur, hann var búinn að snúa mér. Þetta er svona mesti öðlingur sem til maður heldur ógeðslega mikið með honum. En hann hefur verið með Njarðvík, hefur verið með Grindavík, reyndar var með Grindavík á öðrum tíma, hann var ekki með sama budget og Grindavík fær núna. Og með Sigtrík Arnar. Já, og hann með Sigtrík Arnar og Ingo sikkur í köntunum sko. Ég held að hann var bara að vera geðveikur held ég stundum. En þetta voru samt ekkert það ódýr lið sko. Nei, en hann náði allan ekki árangri. Nei. Og ekki með Njarðvík heldur. En ég vona innilega að hann nái árangri með Keflavík í ár. Því að ég held að mér finnst ýmislegt spunnið í hann sko. Ég held að Danni sé bara svipaður, við vorum að tala um Rúnar áðan. Það vita allir að Danni sé klár, gaur. Hann er fínn gaur líka, hann er ekki fáviti. Kannski er hann of góður gaur. Falur, nú ert þú ekki þekktur fyrir að vera frábær gaur, ég meina, er hann ekki bara of fínn gaur? Þá nær Arnar Freyr örugglega að tune upp vittlisuna, Keflavíkur vittlisuna í hópnum. Það er ljósið í myrkrinu sko, að Arnar Freyr eru aðstoðarþjálfari. Er þetta good cop, bad cop? Já, Arnar Freyr er, þú veist, Arnar Freyr var lengi með mér. Þegar ég var undir síðasta sem ég spilaði, ekki bara miðpart og seinni part. En Arnar Freyr er nagli. Já. Og þú veist, hann segir það sjálfur sko að hann varð ekki að manni fyrir að kosti í meistaraflokki Keflavík. Já. Það var hann gett að vera maður. Ég meina það hlýtur líka að fara taugarnar á honum bara hvernig þetta er búið að vera þá núna í tíma og sérstaklega í fyrra. Já. Og mér leist mjög vel á það þegar ég sá að hann var komið þessum aðstoðarþjálfari. Og ég ætla að vona hann á aðeins að kenna mönnum hvernig á að gera hlutina. Sko í fyrra ætlaði Keflavík að vera Íslandsmeistari. Það er bara 100%. Þú hleður ekki í alla þessa leikmenn og bætir ofan á það Nigel Pruitt, Callum Lawson, finnskum fringe landsliðsmanni. Þú gerir ekki alltaf meir og meir og meir ef þú ætlar ekki að vera Íslandsmeistari. Skiptir þjálfara líka og veist, allt þetta. Talandi það, þeir fóru í sko bad cop, bad cop, bad cop. Bara Siggi Ingimundar, Maggi Gunn og Jonni.
og þeir voru allir ógeðslega reiðir þegar þeir voru að tapa þannig að það er ekki uppskrift sem gengur. En að þau nefnir Nigel Pruitt, hvað var það? Ég held að það hafi verið eitthvað svona, við þurfum að sæna hann var góður í Þorlákshöfn og svo einhvern veginn náði líka Callum Lawson Já, og þá bara svona af hverju vorum við að taka hinn sko. Ég held að það hafi verið, þú veist, þeir hlupaði aðeins á sig með það. Svo var þessi Finni hjá mér, ég held að það er nú ekki eins og ég geti farið að tala um einhverja vörn, ég gæti ekki spila vörn sjálfur, hann var örugglega 300 verri varnarmaður en ég var nokkuð tímann sko. Já. Hann gat ekki hreyfsið til hliðar sko. Og svo var einhvern veginn sko besti körfuboltamaður innan gæsalappa, Þjóðverjinn sko. Spila á hæsta level einhvern veginn og bara svona góður all around körfuboltamaður á hái leveli sko. Hann var bara lítið lýsir bara alltaf. Hann var bara látinn fara og gat ekki neitt. Nei. Þegar maður sá prófílinn þá var maður bara wow. En það er nefnilega, þú veist, ég er þetta bara ekki dæmi um það að það er ekki hægt að kaupa sér titil. Þú getur ekkert bara að setja heim í stofu í maí og bara fara þetta, ég ætla að ráða þennan Já. Og bara hrúa hérna fullt af góðum einstaklingum Nei. og bara búið til meistaralið. Ég held að það bara sé ekki hægt. Ég veit að þetta eru breytti tímar Rautein, sem ég sagði fyrir þig fyrir átt, þegar Keflavík var að sæna Kana eða eitthvað og það var að tala um nú Keflavík, þeir eru komið enn eitt svona Keflíking, djúðlega leiðilegur. Þeir bara svona gerum hlutina svona, og það er bara, en það er svo vantið núna svona íslenska kjarnan til að við gerum þetta svona, við erum töffarar. Já, ég skal bara segja þér eina sanna sögu. Þegar við vorum með Kevin Grandberg. Legend. Já, hann kom til Keflavíkur og hann bara virkaði ekki hjá okkur. Við vildum alltaf run and gun, svo stendur hérna. Þér til heiðurs. Já, og við vildum fá, sko bara, þegar við náðum boltanum, þá vildum við fá boltan í hendurnar á mér eða leikstjóðandunum og við erum farnir. Kevin Grandberg, frábær strákur. Þegar hann náði frákastinu, þá gátu við ekki hraðaflöp. Og það hann þurfti bara að ná valdi og gat ekki gefið boltan fyrir allir voru farnir frá hann. Það enda með því að hann látið fara. Þá ungu strákarnir, Maggi Gunnars og þeir og bara alveg eyðilagðir. Og þá fór ég að talaði við og ég bara tók þannig klefa strákar. Við erum að fá hérna útlending með okkur til þess að við verðum betri. Hann var ekki að gera okkur betri. Og ég tók þessu setningu og þeir eru alltaf að minna með það. Ég sagði, Kevin Grandberg er ekki að fara að kaupa sér hérna íbúðnir og skólavegi. Og við erum að fara að heimsækja hann hérna eftir 10 ár. Hann er farandörkamaður, hann kemur og hann fer. Akkur fannst þeim hann svona skemmtilegu gaur eða? Þetta var nice guy. Já, sem hann var. Já. Og er örugglega ennþá. Já. En það er bara, þetta verður að vera partur af businessum. Já, er ekki kjarni núna einhvern veginn sem var svona einmitt svona, hvað maður segja, svona elur þessa erlendu leikmenn þarna upp núna, er þetta ekki Halldór Garðar, Jaka Brodnik, ég ætla svona að giska á þessa tvo og svo mögulega núna Valur og Hilmar Péturs. Já. Og örugglega Arnar Freyr, skilurðu, og svo Danni að kokka upp einhvern sóknarleik, sko. Hvað segir með Valóra? Ég meina Valur, ég veit, hann er ótrúlega furðulegu leikmaður, alltaf þegar maður var eitthvað bara svona, hvað er hann að gera þarna, allt of hægur og þú veist, af hverju er hann ekki í standi og búinn að vera með ömurlega tölfræði og þá allt í einu sett hann, þú veist, eina geggjaða sendingu og eitt þrist fyrir Grindavík, sko, maður bara svona, já, þú veist, hann getur þetta alveg, sko. En, já. Horfandi á það núna, við höfum ekki replaceað Grindavík, Val, þá var þetta ekki góð ákvörðun að fara ekki eftir honum aftur. Hvað gerðist þar? Ég held að bara, Jói bara hafði sumarið og hann vildi bara prófa eitthvað annað því að ég ætla að orða þetta pent. Þegar Valur pumpfekar 2 þrist, pumpfekar fer í eitthvað hægri handa flótir, þá hugsaði djöfull er hann góður og rólegur og yfirvör. En ef við orðum þannig að hann er alveg bara rólegur og yfirvör í vörn og það er ekkert effort, það er ekki hend á móti og ég gat orðið stundum pirrar á honum. En Valur gæða leikmaður en þú veist, það myndi ná að tjúna upp aðeins effortið og smá, ef þú missir gaur framhjá þér,
ekki alltaf þetta leti rít sem að Hjörtur Harðarsson er búinn að mastera. Þarna, tuttaði bara, fáði villu, þá hefði ég alveg elska Val. En ég var stundum með langað að brjóta sjónvarpið heima bara út af effortleysi varnarlega. Ég held að Valur væri svona einn af svona, ég held að hann og Kane og Óli væri svona einhvern veginn, ég held að hann væri svona í þessu krjúi, fattiði mig. Ég held að hann væri svona, þetta Kane alveg svona velur sér sko, þú veist, Arnór greinilega svona, hann fílar hann sko, en hann greinilega fílaði ekki einhvern annan sko, eins og einhvern útlending sem hefur komið og er bara fokinn ef Kane fílar hann ekki. Ég meina Valur setur bara skotið sér niður ef hann færið opinn og það er svona einhver ró yfir honum sem var gott, en ég skil Jóa samt alveg líka. En ég ætla að segja, ég á mér, þú veist, það liggur þegar ég segi bara ég á mér draum. Nei, þú veist, en mér finnst Valur orðið alveg einstaklega skemmtilegu leikmaður. Hann er öðruvísi en allir. Ótrúlega, spilar á öðru tempói. Og þeir leikmenn eru oft ógeðslega góðir, til dæmis Luka Doncic, en ég er ekki að líkja honum við hann, en hann er alveg ótrúlega góður sóknarleikmaður, ótrúlega flottar sendingagetu, mjög góður skotmaður, hann er ekkert að skjóta yfir menn, hann finnur alltaf, hann er með frábært placement sko, veit alltaf hvar hann er laus og lærir spotta sig vel og hittir yfirleitt. Ég er eins og þú, ég myndi vilja sjá hann vera öflugri varnarlega og mér langar að sjá hann eiga gott tímabil í Keflavík. Já, en sko nú eru bara mörg ár síðan að það var talað um það að hann er á síðasta árinu í Keflavík í einhverjum samning og bara núna þarf hann að fara að gera eitthvað, þetta er Valur Orri seasonið sko. Og svo fór hann til Grindavíkur, ok, núna er Keflavík búið að kötta hann, núna ætlar Valur að koma sér í stand og taka eitthvað, vera eitthvað. Og það eru 4-5 ár síðan þetta var og þetta er bara ongoing. En Valur er 31 árs í dag. Já. Og hann á ekki, þú veist, þetta er bara spurning hvað hann ætlar að gera. Skilur, ætlar hann að vera í efstu deild og gera eitthvað? Eða ætlar hann að taka næstu 2-3 ár í... En ég meina... Hann þarf bara núna, komið sá staður í honum, bara þarf að bara æfa alveg svo skeppna, hann þarf að koma sér í betra stand. Ég meina, er hann eitthvað að fá nóga mínútum í þessu liði? Ég meina, þú ert með 4 pointgarda í stöðunni á undan honum í goggunaröðinni, eða svona ástvista. Er eitthvað pláss fyrir hann í þessu liði? Þú segir ástvista, þannig að bandaríkjamaðurinn er... Svona hávaxinn tvistur. Hávaxinn tvistur. Hver er að fara að taka á sig það? Ég meina, Hilmar Péturs hlýtur að byrja sem pointgard í þessu liði. Ég trúi bara ekki öðru. Svo er Halldór Garðar einhvern veginn með svona, hann er líka sérstaklega leikmaður, þú veist, og hann einhvern veginn mun alltaf bara út af því hvernig hann er varnarlega og að tjúna menn í gang oft með bara fautaskap og einhverju peppi. Hann er svona leikmaður sem hann mun held ég alltaf fá sína mínútur, af því hann er öðruvísi. Hann er ekki að fara að spila ás. Halldór Garðar? Já. Og tvist þá? Já. Við erum bara, er þá Valur að fara að vera bara backup fyrir Hilmar Péturs? Og líka með honum. Já, af því að svo er einmitt, og svo er Óli líka kombógard, sko. Já, en þetta er ekkert hlaðið lið, sko. Ef þú hefur komið með einn útlendingur viðbót sem þeir hafa alveg pottet efni á og pláss fyrir, þá ertu jáfnvel komið með Valur sem 9. mann, sko. Já. Þannig að ég er bara svona spá hvort að, þú veist, við erum svona að tala um að hann eitthvað svona geri eitthvað meira í vetur. Ég sé ekki alveg að það sé endilega pláss fyrir það, sko. En mér langar til þess. Já. Ég veit ekkert um það, en ég held að hann höfður frekar vilja verið í Grindavík. Vilja hvað sér, vilja? Frekar að vilja verið í Grindavík áfram, heldur en að fara aftur tilbaka. Já. Mér fannst þess að sá kapli hafi verið búinn að loka honum. Já, maður hélt það, sko. En ég er bara að giska, sko. Ég held það samt. En svo einmitt bara, eins og Falur sagði það náttúrulega var enginn í hvorki þjálfarateymi né liðinu sem að hann fór úr fyrir 2-3 árum í Keflavík, sko. Það er bara, það eina sem er ennþá er sko bara, eins og þú sagði, Keflavíkumerkið á búningnum, sko. Það er ekkert, mögulega húsvörðurinn eða eitthvað, annars bara ekkert það sama, sko. Svo finnst honum bara geðveikt að vera komið tilbaka að spila hjá Danna og Arnari. Kannski er þetta ógeðslega gaman að vera þetta skemmtilegt sísón. Já. Ég meina það hefur gengið vel hjá Keflavík á undirbúningstímabilinu. Ok, þeir tapa fyrir Val með 6 stigum í gær eða fyrradag. En þú veist, þeir
þeir unnu Njarðvík æfingaleik og eitthvað svona. Það er unnu Gleysjálmótið. Já. Unnu Gleysjálmótið. Þannig að þetta er svona, þeir hafa alveg lúkað ágætlega, sko. Já, og eins og segir að þeir geta bætt við manni og ef þeir vera heppni með þann mann, þá... En hvar, svo við höldum áfram með þáttinn og verðum ekki hérna fram að miðnætti og Grindavík næst. Ég meina, hvar sjáum við þetta Keflavíkurlið enda? Ég meina, við erum búin að spá Njarðvík 4. og 5. Þeir eru væntanlega með Tindastól, Stjörnuna og Val og einhver lið líka uppi. Já. Erum við þá að spá Keflavík 5, 6, 7 eða? Ég er að tala líka um Keflavík 5, 6. Ég var líka með það þar. Ég er með það 5, 6. Já. Ná, mögulega svona hálfu skrefi eftir Njarðvík eða bara svipið stað. Já, kannski hálfu skrefi en með þessi svipa með eins og Njarðvík með Mario og Keflavík með Jaka, að geta verið með þá 2 og fengið 4 með þeim, þá ættur að vera komið með helvíti sterkar hyggjasúlu. Það er svona skemmtilegt sko þegar við erum svona að skoða toppliðin, bara eins og Stjörnuna með Pablo Bertone og Agravanis og þetta ekki að nefna öll þessi lið. Það er svona gaman þegar að, og Grindavík náttúrulega líka, þess að við vitum allt um alla útlendingarna í Grindavík. Já. Það er svona ekki mörg lið í þessum efri hluta sem eru með 3, jáfnvel 4 útlendinga sem hafa aldrei verið á Íslandi. Það er svona, getur einhvern veginn bara verið svona, það er svo mikið wildcard, skiljiði. Það er bara ógeðslega verðmætt að vera sem þjálfari ef þú gengur að einhverju vísu. Ég meina, við veitum ekkert hvort þessi fáiðar. Og þá meina ég ekki fáiðar, skilur sem eru fautar á velli, heldur bara erfiðir og leiðilegi gæjar. Já, bara Devon Thomas bara gefst upp og hættir henni að spila eins og í fyrra. Til dæmis, sko. Eins og þegar ég var að þjálfa Fjölni og þurfti að reka mann í desember því að hann var bara bjáni. Býtu hver var það? Stigahæstur og frákastahæstur í deildinni. Var það Amerikaninn? Já. Þannig að í fyrstu deild þá? Já. Grindavík Já, var hann þannig, já. Það var skepna í fyrstu deild, sko. Ég veit það. Ég er bara að segja. O'Grady eða eitthvað. Ég er bara að segja. Þegar, þú getur lent í svoleiðis dæmi. Ég meina, fyrsta ári mitt í Haugum í úrvalsdeild, við tókum svona á 2 vikna fresti krísufund hvort við ættum að láta Norberta Skíka fara eða ekki. Hann var með 20-11 automatist og við vorum að vinna leiki, sko. Það var þægilega návikið ekki? Og mjög þægilega nærveru. En við þurftum að reka eins og ég man, Jackie Rodgers, Friðrik Ingjörd að reka, hann með innilokana kent út af fjöllunum í Grindavík. Ég skil það vel. Bara, svo fórum við vestur og Darri Lewis var í Grindavík hann og spilum út í Ísafjörð, hann bara, Jackie Rodgers hefði panikað vel hérna maður. Hann vissi kannski eitthvað sem að ekki. Lá á stofugólum og ringi í frikk allar nætur. Þannig að einhvern veginn engin pressa þannig held ég, að pressa á Danna bara út af hans fyrri störfum held ég. Manni líður eins og þetta sé síðasti sénsinn að gera eitthvað. Já, hann er líka bara, þetta er bara 3. stórlið á Suðurnesjum sem hann fær, sko. Það er ekki eins og hann sé búið með Fjölni og Hauka, sko. Þú veist, þetta er bara, en það samt, sko, hann er samt að koma á svolítið góðum tíma varðandi finnst mér, hvað maður segja, stjórn, bakland og krát eftir svona vonbrigðasísoni fyrra. Ef hann gerir ágætlega, að þá er það svo geggjað eftir sísonið í fyrra, sko. Eða þau komast í 4. úrslit, skilur, slá út eitthvað gott lið í 8. úrslitum, að þá bara heldur hann klálega áfram og einhvern veginn, það sem að ég, En vitið sturlegu staðrindina með í fyrra? Keflavík komst ekki í úrslitakeppninni í fyrra, var það ekki? Er ekki rétt mjög? Töpuðu fyrir Tindastól, 3-0. Töpuðu fyrir Tindastól, já, þeir komust í. Þeir komust inn, já. Það er það sama og komust í. En Keflavík er eina liðið á Íslandi sem hefur alltaf farið í úrslitakeppnina. Alltaf? Já. Það eina félagið. Þannig að þeir hefðu getað mistað í fyrsta sinni sögunni í fyrra. Já. Það var nú eiginlega bara verra fyrir þá að mínum að það hafa komist í þessu úrslitakeppni. Það er gott að halda stríkinu gangandi. Það er það, já. En þetta var svo vond, sko. Vá, það var bara... Þeir voru svo exposar af Tindastól í báðum leikjunum í síkinu, sko. Sérstaklega close-out-leiknum, 3. leiknum. Þá var maður bara svona, þið ætlið bara í alvörun að vera svona miklir aumingjar. Bara undirstrykkum það hér, sko. Var það ekki bara, kom það bara ekki í ljós hvað liðið, þú veist, hópurinn var á slæmum stað. Jú, það held ég. Þú veist, á þessum tímapunkti, sko. Og ég er svolítið upptekinn núna af því, smá eftir veturinn í fyrra, með Callum Lawson komin í Keflavík og svona,
ég er smá upptekinn af því með leikmenn hvort að sko 3., 4. stóri samningur á Íslandi sé jafnvel orðin letjandi, skiljiði mig. Ég heyrði að Dwayne Lothier væri í engu standi, bara 10 kílóum of þungur í þessum leik í gær, sko. Ég sá það ekki, þannig ég veit það ekki. Hann virkar á mig svona líkansbyggingu að hann má ekki fá sér pítsu og þá hendir hann sér 10 kíló. Já, Lothier. Hann þarf bara að vera alveg all in bara allstaðar, sko. En pæliði bara í þessu Keflavíkurliði núna. Ok, Jaka Brodnik er alveg harður gaur og ég held að hann sé duglegur, hann er vont dæmi, sko. En hvað er Jaka orðinn gamall? Vitið þið það? Nei, ég man það ekki, sko. En bara svona, bara Callum Lawson í Val. Er hans starf einhvern tímann í hættu? Einhvern tímann? Valur er aldrei að fara að reka Callum Lawson sem hefur unnið titla hérna og farið með þeim langt. Það eru 3 leikmenn í þessu Keflavíkurliði. Ég veit ekki segja starfið þeirra sé í hættu. Það er klárlega í meiri hættu heldur starfi hjá Mortensen eða Badmus eða Milka, sko. Þessi gaurar þurfa að sýna eitthvað fyrstu 10 leikina, annars bara einhver nýr fundir, sko. En svo að því að við vorum að tala um byrjunina hérna áðan, hvernig fer Keflavíkin í fyrsta leik eftir viku? Skilurðu, þeir eru búin að vinna Gleisjálmótið, búin að, þú veist, eiga hörkuleik á móti Val, tapa honum í gær. En sko, þeir getur verið með hérna ranga ímynd af sjálfur sér þegar þeir komu inn í móti, sko. Já, sko, mér líður samt þegar ég svona horfi á þetta núna og með Danna sem þjálfara, það eru allir með alvöru chip on their shoulder í þessu liði, sko. Danni þarf að sanna sem þjálfari, íslensku leikmennirnir eru allir að koma úr vonbrigðasísonu, mögulega Ólafur Björn sé svona nokkuð sáttur með frumraunsetti Þorlákshöfn, skiptir samt lið, þannig að hann er kannski ósáttur með mínútur eða eitthvað. Hinir 3, bara klárlega Keflvíkingarnir 2 þvílíkt ósáttir með sísonið fyrra. Jaka Brodnik hlýtur að vera mjög ósáttur. Svo ertu bara með nýja útlendinga sem að voru ekki, þú veist, að fara niður í KR og yfir í Val og Grindavík og aðtöga hver býður mest. Þeir eru bara að reyna að búa sér til fyrsta stóra samningin á Íslandi, sko. En það gæti alveg verið svona lið sem að bara svona fyrsti leikur, ok, við höfum bara allir point to proof, sko. Það er bara frábært ef svo er. Ef þeir koma þannig til leiks. Það getur alveg verið mjög skemmtilega svona grúpa að vinna með, sko. Ef að menn eru allir á því. Og ég mitt ekki að tala um að, sko, við vorum að tapa hérna fyrsta leik, það verður engin Íslandsmeistari 3. október. Guðrarnir í Keflavík eru ekki að tala þannig, sko, eftir sísonið í fyrra. Danni þarf að byrja vel, sérstaklega eftir síðast tímabilið, það þarf að, annars gæti þetta brotna bara fljótt aftur. Já. Hérna, ég ætla samt að spá því að Jordan Williams verði ekki hérna og 3 af þessari flugferð frá Rúmeníu verði farnir fyrir 1. desember. En Kaninn hjá þeim? Þú veist, ertu búinn að skoða hann eitthvað að vita? Já, hann lúkkaði, ég held að ég skoðaði aðeins, ég skoðaði alltaf svona fyrstu mínútuna og svo hoppa ég svona í miðjuna og svo endan. Ég held að það sé góður í körfu, sko, hann er svona alhliða einhvern veginn, sko. Svona langur. Hann verður annarkvort geggjaður eða svona, hann er annarkvort bara ógeðslega góður í öllu, skilur, og verður geggjaður. Eða þá hann verður svona ekki nógu góður í neinu. Svona eins og Tyson Jolly sem ég var með í Haukum í fyrra. Hann var bara frekar góður í öllu á æfingum, svo í leikjum var hann bara svona frekar ekki nógu góður í neinu, fattiði mig. Þessi getur alveg tróðið skotið þristum, tekið midrange og bara einhvern veginn svona, allavega í highlightinu er hann góður í þessu öllu. Herru, ekki bara ljúka Keflavík hér eða? Jó. Vil ég eitthvað ranta meira eða? Nei. Einhvern í fyrra, Falur? Einhvern? Í fyrra, 0 af 10. Á Keflavík? Já. Hvað þarftu til þess að fá passing grade? Til þess að ná prófunu? 5. Þá myndi ég segja að þess að fengi 4,9. Í fyrra? Keflavík? Já. Hvað ætlað þú að setja á þetta? Ég ætlaði að setja á 0. Já, þeir fjallu. Nei, já, þeir fjallu á prófunu. Ég vil meina það þeir skítfjallu hjá mér. Já, ég get alveg farið neðar, sko. Þetta var bara vandræðilegt að horfa á það, sko. Oft á tíðum.
Færum okkur yfir í Grindavík. Ég er ekki hlutlaus. Ég geði 4,9, það er rétt hjá. Er þetta ekki hlutlaus með Grindavík? Jú, Þú ert alveg hlutlaus þar. Nú getur þú alveg vaðið í alla, sko. Ég Falur spila aldrei vel í röstinni, þannig að hann er alltaf það er á móti lígi, Grindavík. sko. Hvað, nú koma alltaf draugasögur þetta Grindavíkulið. By the way, eru þeir að æfa í Grindavík? Eru þeir að fara að spila í Grindavík? Eða? Ég held að planið sé að spila 4 leiki í vetur í Grindavík, til að byrja með. Eftir hverju fer það? Bara þeir eru svona að reyna í sér inn einhvern veginn, þeir æfa eitthvað í Grindavík, spila 4 leiki, bara líka ekki til að missa Smáran. Þú veist, ef það gerist eitthvað aftur, þeir halda sér þar inni til að, já, ég skil. ef það kemur eldgos á þetta, þá er þeir ennþá með Smáran, svo ég veit ekki hvort það sé, það er náttúrulega Smárinn í play-offs er bara gullkista, sko. Já. Þannig, en mér finnst samt líklegt að þeir myndu örgulega að spila play-offs í Grindavík. Já. Býr fólk í Grindavík nú? Hvernig er staðan? Það er nokkar hræður. Já, ok. Svo eru margir með svona hollvinna samning, þannig að þegar maður rúndar í Grindavík, það eru bílar fyrir fram að fullta húsum. Þú býr ekki í Grindavík? Nei, í Bímósó. Og rúndar mikið til Grindavíkur? Fer stundum. Af hverju? Áttu eitthvað fólk þar eða? Ekki lengur, en átti, þannig mér finnst bara gott að stundum að... Bara rúndar eitthvað að aðtöku til sig ykkur þarna? Já. Ok, það er fallegt. Þannig að mér finnst það bara gaman. Ok. Fyrir gólfi í Grindavík og svona. Já. Góða völlurinn þar í sumar. Já, geggjaður, sko. Ég held ég að fara í 4 sinum. Sko, það er engin spurningamerki í þessu Grindavíkurliði. Þú getur ekki bætt við erlendum leikmanni, fáum við spjaldið, by the way, já. Við þekkjum alla leikmannina. Já. Ég enda veit ekki hver er 8. maður, jú, Unnsteinn er eflaust 8. maður, ég veit ekki hver er 9. maður niður. Ég veit ekki heldur. Ég gæti ekki nefnt hver, ef þú ætlar að ná 5 á 5 þá myndi ég ekki þekkja 2 í öðru liðinu. Sem er svakalegt, sko. Mér finnst þetta í fyrsta skipti frá þessum atburði þarna. Atburðin er það eldgósið. Já, þá er ég svona að finna fyrir svona, þetta er svona pínu erfitt að manna æfingahóp og því að við erum ekki með yngreflokka. Þannig að, og talandi þá það, mér finnst pínu súrt að við eigum talent í Braga, grindvíska talent sem ætlar að spila með Ármann í vetur. Já. En settu 27 í gær á móti Njarðvík. Já, þar skil ég samt báðar hliðar. Hann talaði við Jóa og rósaði með hlutverkið sitt. Og ég spræði kannski þannig leikmaður, hann þarf að fá að hlaupa sér hornin, en það er ekkert endilega í boði hjá okkur með þetta lið sem við erum, þú sér að þetta eru menn sem eru norða með við 30, við erum með vinna á lið, við getum kannski ekkert boðið upp á Bragi sé að, en segjandi það. En er þetta ekki bara eðlilegt, ef þú ert ekki í landsliðinu og þú vilt spila meira heldur en, þú veist, 15 mínútur í leik, er það ekki bara eðlilegt að þú farir í lower half lið? Ég meina, Íslendingar í 30 mínútum pluss í deildinni eru landsliðsmenn, eða fyrrum landsliðsmenn. Þeir sem að vilja vera í 30 mínútum þurfa að fara í lið sem er fyrir neðan 7. sæti. Er þetta ekki bara eðlileg, þú veist, svona er það bara í öllum íþróttum, í öllum deildum í heimi? Ég hefði samt viljað löðrunga Braga og segja, æfðu eins og maður, það er hlutverkana stórt í boði fyrir þig. Já. Af því að okkur vantar annan bólhandler og Bragi gæti leyst það og þá, eins og margir segja, Shabazz er mörgum finnst að vera meiri tvistur. Já, en Bragi líka samt. Já, hann vill fá að spreyta sig á svo tvist og svona, en þú gera þá bara hjá... Bragi hefur bara frá því að hann var í 6 ára væntanlega, bara hort á körfuna samt, sko. Hann hefur aldrei verið eitthvað svona, hei, hvað er Mortensen? Þú veist, hann er í horninu. Hann frekar fer upp en undir á 2 í hjálpavörð. Já, hann, skulum segja, hann þarf kannski að fá að hlaupa sig hornin og gera mistök og þroskast, sem var ekki boðið okkur, en mér finnst það samt súrt. Það er svona talentur sem hann skulle ekki vera að spila með Grindavík. Ég skil það mjög vel. Þá ætla ég að fá að koma með gæjan og hinn öxlina aðeins. Er Ármann staðurinn? Til að fara í? Til þess að gera þetta. Ég meina, hann fær allavega að hlaupa af sér hornin. Já. Ég meina, er hann að, þú veist, þegar þeir til að tala um að hlaupa af sér hornin, er hann að fá... Er verið að fara að tala við hann, ok, við gerum þetta ekki svona aftur, eða þú veist, við gerum þetta ekki svona og hann gerir þetta aftur, er verið að fara að taka hann út af þá fyrir það? Já, ég meina heima ef hann gerir eitthvað mistök þá er hann bara með Kane geltandi á sig hérna hinum megin, sko.
En hann það þá... Ég held að þessi ágætla, spilaðir þú, hvað ertu gamall þegar þú kemur inn í Keflavík? Ég var 16 ára þegar ég kom inn í hópinn, Já. notabenni, þá var ég vorum við í fyrstdeildinni, svo fer ég út í hæskóli 1 ár, svo kem ég og þá vorum við komin upp úr úrvalsdeild. Það er 85-86. Og þú veist, þá, þú veist, blessuð sé minning hans, hann Axel heitinn Nikolásson, þegar ég var að koma upp í meistaraflokk. Þegar maður var svona ungur og arrogant og var að eitthvað strax byrjaði að tala skít við eldri leikmenn. Og tók hann með einu sinni út í Rimla og sagði, ég reyna að muna þetta orðrétt, hann sagði, ég fíla hvernig þú ert að spila, en ekki vera dónalegur, skilurðu, við leikmenn. En þú veist, það var samt að fíla þetta, skilurðu. En þú veist, svoleiðis, eins og leikmenn eins og hann, Axel, og þú veist, Axel var, 6-7 árum eldri en ég. Já. 6 árum. Að hann og Jón Káir, sem að, þú veist, maður bara hneigði sig og beygði eftir hvað þeir sögðu, sko. Já. Og ég er af þeim skóla, sko, að þú spilar ekki bara, þú veist, þetta er geggjað orðatildæki að hlaupa sér hornin, en þú verður að kenna mönnum að spila rétt. Já. Og þeir fara ekki að vera bara, þú veist, run and gun hérna forever. Þú veist, ef þú ert að hlaupa og skjóta og hittir aldrei, þá er það ekki leiðin. Nei, auðvitað ekki, en sko, ég er bara svona að spá, Bragi er góður í körfu. Ég er alveg sammála því. En hann er samt ekki komin á þann, þú veist, Grindavík ætlar sér titilinu, veitur, erum við ekki sammála um það? Þú værir ekki með alla þessa gaura ef ekki. Nei. Og ef að þú vilt fara, ég er líka bara stundum á því að það er bara fínt að skipta smá umhverfi. Já, ég er líka alveg sammála því. Sérstaklega, þú veist, ég veit að þið eru ekkert endilega að æfa og spila í bæjarfélaginu, en þú veist, þetta er einhvern veginn bara svona samt bara Jói að þjálfa, bróður hans fyrirliði, þú veist, þetta er svo lokal, skilur mig. Pappa hans náttúrulega grindvíkingur og bræður hans þarna líka, þú veist, er ekki bara fínt fyrir hann að fara bara aðeins út úr þessu og bara svona vera annar staðar einhvern veginn. Mér finnst, og bara svona, líka bara öðruvísi ábyrgð á honum í þessu árumarsliði, kannski skítfallaðir, eflaust. En þú veist, hann er samt bara svona, þú veist, hann er ekki, þú veist, Grindavík gat unnið alla leiki þó að Bragi hefði sem ekki spilaði fyrra, sko. Þú veist, núna er bara, þú veist, þú þarft bara að gera fullt til að við eigum bara séns. Já, og líka það, sko, ef hann var ekki til í þetta hlutverk sem að honum var ætlað í Grindavík, þá er líka bara ágætt að hann fari, sko. Já. Skilurðu? En ég skil alveg, ég veit alveg og ég sá alveg hvernig leikmaður hann skal ég segja, hann DeAndre Kane er. Og þú veist, ég spilaði alveg fullt að leikjum með svona leikmannum, sko, sem að bara gert á þig og þú gerðir ekki eins og óttar að gera. Og hann gat bakkað það upp, sko, alveg frábærlega góður leikmaður. Og þú veist, það var örugglega ekkert auðvelt að vera með honum í liði. Nei. En ég er mjög spenntur fyrir samstarfið DeAndre Kane og Jordan Sembúl, því að Jordan Sembúl, hann hefur engan húmor fyrir að nokkur segir sér hvað hann á að gera. Ég meina, hann hafði ekki einu húmor fyrir því að Helgi magsaði sér að þegar Helgi rak hann svo úr KR, sko, sem er núna orðinn aðstoðarþjálfari. Ég meina, Jordan Sembúl er mjög spes náungi og ekki auðveldur liðsfélagi. Þannig að ég og alveg eftir að sjá, sko, Shabazz er líka alveg sérstakur náungi, eða bara svona, hann er bara eins og margir kannar, hann er bara frá mér til mín og running the show. Ég á alveg eftir að sjá Shabazz, Kane, Sembúl eitthvað virka þannig að þeir, auðvitað munu þeir vinna fullt af leikjum að því að þetta er sjúklega hæfileikaríkir fyrstu 5. En ég á alveg eftir að sjá þetta lið fara í gegnum eitthvað svona móti blæs og tapa nokkrum leikjum í röð og finna út úr hlutunum og verða eitthvað svona svaka unit. Sko, eins og vorum að tala ég eftir að sjá. Eins og ég talaði um áðan, þú ert að kaupa þér titil.
Er Grindavík að reyna að kaupa sér titil með þessum 2 mönnum? 100%. Já. Ég ætla Og ekki bara Já. þessum 4 mönnum. Já, ég meina með það sem þeir eru að bæta við, sko, skilur við. Já. En við Og- erum rosalega þunnir. En sjáðu tölurnar sem þeir eru að koma með. Hann, Shabazz og Semple. Já. 21 stig og 4 frákast, 4 stóðsendingar í Shabazz. 19 stig, 11 frákast og 3 stóðsendingar í Semple. Og þú veist, hann er næstu með 20-10 sem er geggjað start í síðasta ári hjá Þór. Já, svo verða allir, sko, svo er eitt með Jordan Semple. Jordan Semple í Þór Þorlákshöfn er búinn að fá alvöru service. Já. Þú veist, Lalli spilar þannig körfubolta að það sé non-stop verið að skrína og rískrína og hafið þið séð Grindavík spila það? Já, væntanlega, Já, mjög já, mikið, já. mjög mikið. Já. Þetta er eitthvað leiðilegasti körfubolti sem er til, sko. Já. Þetta er bara, Kane að segja öllum að fara frá, farið þið frá, hnoðast. Ok, hérna, þú gerir eitthvað, nú Pargo að hnoðast. Já. Óli og Mortensson að standa og horfa. Ég á alveg eftir að sjá Jordan Semple virka í körfuboltanum sem að spilaður í kringum DeAndre Kane, sko. Sem er bæði vegi ógeðslega góður í körfubolta. Já, þú veist, En þetta er isolation bolti út í eitt. Kane eftir áramóti fyrra er einn besti leikmaður sem ég hef bara séð spila á Íslandi. Alveg sammála. En ég er sammálaður að mér fannst hann gera minna af þessu að halda á boltanum í 6 sekundur og gera ekki neitt, sko. Mér fannst hann verður að vera aggressífur Já. og akkurat hætta þess að því að hann bara fristir sóknina með þegar hann er að gera þetta. Svo gefur hann einhverja skítasendingu og kennir öllum öðrum Já. En ef sko, hann er aggressífur þá er hann ógeðslega góður. Ég er alveg sammála Matti með það að þeir verða að koma sókninni svona upp 20% í eitthvað continuation. Já. Ég var að reyna stundum í fyrra. Ég var bara svona að skáta Grindavík. Ég var að finna út úr hvað ég á að klippa saman. Hvað eru Grindavík að spila í sókn? Ég veit það ekki. Þú horfir á heilan körfuboltaleik hjá einhverjum liði. Ok, þeir eru að spila þetta, ok, þeir eru svolítið mikið að gera þetta, það er eitthvað spænst pick, whatever. Ég er bara svona, ok, ógeðslega pirrandi að geta ekki stoppað það, skilur, því að Óli getur postað tvistana mína upp, skilur, og Kane getur skorað á flesta og kikkað hann svo út. En þetta er samt bara svona eins og þeir eru út að spila 2K við einhvern og hann er með fullt af ógeðslega góðum leikmönnum og þú getur ekki stoppað það, skilur. En það er samt, já, ég veit það ekki, ég held, bara svona, við förum að klára þetta núna. Getur þetta liður Íslandsmeistari? Ekki svona þunnir held ég. En það mun samt engin ofur Íslandingur detta að inn, sko. Nei, en þá held ég að við náum ekki að státa Tindastólustjörnunni. Nei. Af því að mér finnst að vanta einn bólhandlir viðbót. Já. Bara til þess að þá getum við leikið okkur og látið Shabazz fara í tvistinn og ef hann lendir í villuvandræðum eða þreyttur eða eitthvað, þá erum við einhvern til að hlaupa upp á. Já. Ég hefði viljað fara bara all in á Hilmi Arnarsson. Já. Ég held að hann svo strákur hefði hjálpað okkur fullkomlega. Þannig að þú ert að tala um svona bara svona B-klassa Íslanding. Já, og einhver sem getur vaxið í hlutverkinu og svona. Já. Ég ætla að ég myndi að koma inn á það. Og svo Arnór. Já. Arnór, hann er sko 19 ára. Sko bara íþróttamaður bara frá Helga Jónasi. Já. Nei, hann bara frábær íþróttamaður. Já. Og góður í körfubolta. Já. En getur þú orðið Íslandsmeistari eða farið í gegnum 4 liða úrslit með Kristoffer Breka og Arnór á bekknum? Nei. That's it, basically. Á meðan hinn eru kannski að koma með Hjálmar Stefánsson, útlending og Frank Búker. Núna líka þurfum við að fá frá Arnóri að hann var að koma inn á kannski 3 mínútur og það bara, heyrðu, all in. Og hann 3 villur og svona. Núna þarf hann að finna, hann má ekki vera jafn viltur í vörn. Hann þarf að spila á 100% tempói, en hann þarf samt að anda með nefinu. Því við þurfum hann í fleiri mínútur. Og ég held það komið, og hann er stundum farin að hoppa og blokka eitthvað og Gaurin ekki ennþá komið boltan í hendunar til að skjóta. Og þá engin fleiri svona hoppa yfir bakið á einhverjum heldur en hann heldur. Hann er bara komin upp bara löngu og sendingin er komin. En okkur vantar að hann
tjúni sig aðeins niður en finnir samt þennan balans, hann þarf að spila á fullu en hann þarf að taka fleiri mínútur og svo bara eins og varnarlega, hann svolítið svona, hann stendur oft pínu vitlaust, hann opnar sér pínu, hleypur með alveg miðuna og menn fara ekkert fram hjá honum en þá er hann með það á mjöðminn á sér og færa alltaf þessa villu og þá eru bara 3 villur bara hann er ótrúlega villugjart. Hann þarf bara að læra að standa aðeins réttar, fá menn á kassan, aðeins anda með nefinu og hugsa þannig að ég ætla að vera með vellinum í 15 mínútur í þessu leik í staðinn fyrir bara 3 á fullu. Fáum upp síðasta spjaldi, Einar, King Einar frá Lævi, shout out á hann sem hangir hérna með mér. Svo áðurinu hættum þá verðum við að Mortensen, hann þarf að horfa á hringinn í einhvernum einasta leik og láta vaða. Mér er alveg samátt hans 3-12 en þú skýtur þessum 12 skotum hægni. Það er samt mjög erfitt þegar að Shabazz og Kane eru að fara að dribla loftið úr boltanum og stendur og svo Mortensen þarf service. Mortensen er eins og Sempul, hann þarf bara að fá boltan í færi og skjóta. En það er það sem ég var að segja á hann. Ég ætla að hækka upp í 25%. Þeir verða að koma einhvers konar continuation sókn í gang og verða að hækka það upp í 25% frá því fyrra. Upp 25%. Það þýðir ekki að vera með Shabazz driblandi, Kane driblandi og svo hinir bara að bíða. En þá líka bara veit ég hvernig bæði Mortensen og Jordan Sempul virka. Ég allavega veit ég hvernig Mortensen því að þjálfa hann. Þegar að koma 5 sóknir í röð þar sem að hann sér ekki boltan, þá bara missir hann áhugann á því að poppa og vera tilbúin að skjóta og frákasta sko. Þetta verður mjög, ég er mjög spenntur fyrir að sjá þetta Grindavíkurlið. Þegar Mortensen, mér fannst hann ekki góður í fyrra, hann átti ekki á tímabil og ef hann er í þessu slömpi í einhverju leikjum þá þarf Jói bara að lesa það og Óli verður bara í fjarkanum og Mortensen það bara að setja. Kristoffer Breki eða eitthvað? Já, og ég ætla að koma með bara kröfu á Breka. Nú er hann komið með fullt af tímbilum í úrvalsdeild sem byrjunarliðsmaður. Nú vill ég bara fá kröfu aðeins að hækka prósentu sína, vera meira konsistent og við getum ekki tekið kannski 5. hvern leik 0 stig í 30 mínútum af því deildin er bara of sterk. Og líka það, ekki, þú veist, sá sem að komi upp með þetta 3&D fyrir körfuboltamenn. Það eru allt og margir sem tilenguðu sér og ætla bara að vera það, eins og hann. Menn verða að geta sett boltanir í gólfið af og til. Já, en svo er kannski líka bara málið með að hann er D, vissulega. Bara en svo þriðja hvert leiki er hann bara alls ekkert 3, sko. Nei, ég veit. Hann er bara, eins og þú segir, 0 af 7. Já, en það er að því að, þú veist, allt og margir leikmenn fara bara í þetta. Ég ætla að vera góður í vörn, ég ætla að vera góður þryggjarstærð. Skilurðu? En svo geta þeir ekki sett boltan í gólfið þegar maður kemur æðandi á þá. Þá er þið samt að taka lélegt þryggjarstæðar sko, þú er manni hlaupandi átt að þessir. Ég er með tvennt hérna, þegar við kíkjum í glósubók Frikka Beast sem er í sérfræðingateyminu mínu, ég veit þér. Sko, Kane missið af 3 leiki í fyrra. Grindavík tapar þeim öllum. Veit ekki hvort þú munir eftir þessu Ármann. Hann kom eitthvað seint heim úr einhverju jólafríi og eitthvað fór snemma í það. Það var eitthvað personal issues eða eitthvað. Hann er 0-3 í fyrra, árið þar á undan er hann þá 2-1. En mér fannst sko ekki vera að lesa per 30 mínúturnar strax. Nei. Byrjum bara á Kane. Mér finnst, og líka núna í æfingaleikjum, þeir skítöpuðu 2 leikjum sem Kane var ekki mættur í. Er þetta Grindavíkurlið, þú veist, nennir það að vera til án DeAndre Kane eða? Mér minnir þetta að vera líka svona í fyrra. Hann var ekki með í S&L Glacial-mótinu, þá lúkkaði þetta ekki vel. En það Þetta er ekki vont að vera svona háður einum leikmanni. Jú, hann alltaf líka bara bindur þetta saman, bara alltaf varnarleik og allt saman einhvern veginn. Þannig að þetta er bara svo ógeðslega mikið högg þegar hann er ekki með. Elskið hann í Grindavík, því að mjög margir þola hann ekki sko. Það tók mig ár að taka hann í sátt. Þetta fór svo í taugarnar mér að því að mér fannst þetta að vera soft, hann var alltaf að væla í dómarunum þegar mér fannst ekki eins og verið vill á neitt sko. Mér fannst það soft og svo dramatík og svona. Það er náttúrulega ennþá þannig sko. Já, en mér fannst hann var ekki jafn erfiður í fyrra. Nei. Og fókusinu var að, en eftir áramót í fyrra þá snera mér alveg gjörsamlega. Ég ætla bara að vera sammálaður það. Ég var bara, ég var í hinuliðinu sko, ég bara gat hann ekki. Nei. En eftir áramóti fyrra, þá snýra mér.
á fyrsta tímabilinu þá fór Grindavík austur og Egilsstaði eftir áramót. Já, Og ég held að hafi ekkert verið búið að heyrast í Kane hann til jól nýjás. já, Svo að liðið farið austur og þá mætir hann sko upp á Keflavíkurflugvöll. já, Og þá eftir það, mér fannst það svo mikil óvirðing gagnvart öllum liðsfélögunum já, og stjórn og allt saman, að þá vildi ég bara burtu með hann. já, já. En svo er hann bara svo Stjarna. ógeðslega góður. Þetta er mesta stjarna sem hefur komið til Íslands. Það er bara, ef hann finnir í bæ, það er bara, Já. bara svona stjörnu power í þessu náunga sko. Sko, ég er samt sko, ég meina þetta er einn af bestu görðum sem hefur komið þarna. Já. Þarf hann ekki að taka titil á árið 3 eða? Já, að því er hann að koma eitthvað. Hann vill ekkert meira en að vera meistari með Grindavík. Já. Ég veit að það hefur verið að borga hann góðan samning og svona, en hann svona langar hróttalega að vera meistari. Ég held að bara, sko, þeim bara vantar bara einn jafn góðan íslenska leikmann og Orra Gunnars í Stjörnunni, sko. Já. Þeim vantar svona leikmann sem er svona 10., 11. í landsliðinu, eða svona allavega í 16 manna hóp íslenska landsliðsins. Já. Bara ungan Óla, sko. Já. Til þess að, þú veist, þeir eru með 4 frá alvöru atvinnumenn. Óli svona, þú veist, kominn á hvað er hann gamall? 92 mótur ekki satt? Já, 90. Nei, 90 mótur 90. meira að segja. 90. Óli er 35 ára. En hérna, Og svo 2 sem að þú veist hafa alltaf einhvern veginn vaksa á bekknum, sko. Þetta er ekki nóg, sko. hverju bætir Helgi Magg við Grindavík? Ég bara veit það ekki sko. Þannig sé ekki betri að teikna upp hverfi heldur en Jói með að við leikliðin hjá Jóa stundum. En það er ekki bara, hann er kannski bara smá meira basketball IQ. En ég meina, hann náttúrulega fjall með KR, við náttúrulega vitum það. Já. Helgi er, þú veist, ég er bara að spurja, sko. Ég veist Helgi vera toppnáingi, sko. Já, en ég bara, okkur finnst öllum. já, ég bara, Það, þú veist, já. þetta kom mér svolítið óvart þegar ég sá þetta sæning. Ég held að hann bæti því við að hann svona, hann kannski gerir hlutina sem Jói er ekki frábæri. Hann svona kannski verður með einhverjar drillur á æfingum og einhver kerfi sem að Jói pælir ekki í skilur á daginn. En annars ætla ég bara að fara að hleypa ykkur heim eftir Nei, ég er að lengja þáttinn. Hvernig stand er Óli Óla í? Ég heyrði að hann var í góðu standi. Ég heyrði það líka. Það eru frábæra fréttir. Það eru frábær. Af því að En tölfræðin bakkaði þessu sem ekki upp í Glacier-mótinu, sko. Nei, en ég var hugsaði, ef Óli er í góðu standi og þá er hægt kannski að nota hann eitthvað í þristinu með hinum tveim. Já. Því að mér finnst alltaf Óli fæst vera bara pjúra fjarki síðustu ár. Já, Við getum haft hann inn á vellinu kannski þrist ef hann er í góðu standi. Já. Já. Aðeins í hérna, bara þess að per 30 mínútna tölfræði, sko. Af því að Veigaboll spilaði 30 mínútur í fyrra, sko. Ég er bara svona, mér finnst það bara áhugavert. Ertu að taka Þetta er bara per 30 mínútur á alla þessa leikmenn. Er þetta úr fyrstdeildinni? Já, reyndar, það er stjörnumert. Já. Hann átti ekki gott sísón við vetur, en það, já, hlýtur bara að vera flutt til Keflavíkur eða eitthvað. En ég hérna, þetta er bara svona smá til að setja í samhengi, sko, hversu raunverulega gott var þetta sísón hjá Veigari Páli, spurningamerki. Já. Skilurðu mig? Já. Værum við með Óla eða Val Vals á svipuðum slóðum ef þeir væru 30 mínútur inn á? Aldrei vanmeta það, sko, að vera inn á vellinum þá bætist tölfræðin, sko. Já. Einhvern veginn, sko, ef þú 30 mínútur inn á, Já. kemst á línuna og færið eitt transition þar sem þú setur leið upp að einhver útlendingur tók frákast og þetta var tekið hans frika. Já. Spila Óli ekki 30? Fyrra? Óli Óla? Já. Þetta var ekkert tengt Óla, það bara kom randomli út úr þeirri umræði. Já. Óli var 26:59. Já. Það kom eitthvað meiddur mann 11 stig, 6 frákast og 1 stóðstig. Kom svona ísaður inn í. Já, og svo lentur í erfiðum Já, ástæðum. það kom tími þar sem hann spilaði ótrúlega lítið. Já. En samt lokkaði mínútur. Já. Svona dregur held ég. Já. Heyrðu, ég ætla að minna alla á að það er hægt að hlusta á þetta allt saman á Spotify og iTunes og öllu og svo líka þú ferðin á, er þið með körfufréttir appið eða? Já. Já. Finnst ykkur ekki þægilegt? Jú, geggjað. Ef þú ferð þar í hlaðvarp að þá
þú sérðu bara allt körfubolta dót sem að koma, mér finnst það gjöðið þægilegt. Já. Shout out á þá. Já, þeir eru flott. Og svo líka komið einn geggjuð auglýsing frá mér þar. Það sem svona bolti að springa og kemur svona rönnandi logo. Þú getur smelt á það og séð alla uppbytunarþættina. Já, geggjað. Því að ég vil sko að þetta sem sagt næst síðasti uppbytunarþátturinn, svo Stjarnan og bara spá fyrir deildina í næstu viku. Þannig að þeir sem eiga þetta inni, þeir geta hlusta á bara 8 sinnum 1,5 klukkutíma. Já. Bara straight uppbytun. Öllum liðunum. En hvar setum við Grindavík? Heyrðu, endum þetta á því að ranka Suðurnesjaliðin. Bara 1, 2, 3. Ég set Grindavík efst á þeim. Ég set Grindavík í 4. sæti. Og svo Njarðvík og svo Keflavík. Svona styrkleikaröðin mín svona á þessum liðum. 4., 5., 7. sæti í deildinni. 1, 2, 3. Ég með sömu röð. Ég með Grindavík, Njarðvík, Keflavík. Já. Ég með Grindavík í 3. sæti. Já. Njarðvík í 4. og Keflavík í 7. Og hvern setur þú þá niður? Þú ert með Tindastól og Stjörnuna og setur þú þá Val í 7. sæti? Nei, á milli. Nei, fyrirgefðu. Ég set Njarðvík í 5. Já. Grindavík í 3. Val í 4. Já. Þannig að þeir eru ekki öll í röð Suðurnesjaliðin, ég skil þig. Já, Stjarnan, Tindastól, mögulega Valur, mér finnst Álftanir sem sterkara lið. Já, þeir gleymar svolítið, fljúa undir radarinn. Þannig að mér finnst Grindavík á eftir þessum liðum í augnabliki bara út af breidd. Já. Ég held að Grindavík besta Suðurnesjaliðið að þínum mati? Mér finnst það, já. Og hvort Njarðvík bara út af byrjunarliðinu, bara hvað það er sterkt. Þeir eru mest inn á? Já. Make a sense. En svo finnst mér Njarðvík, Keflavík alveg, mér finnst þetta að vera svipað. Svipað, já. Þú veist, Veigar, Hilmar Péturs, svona... Það má segja þessi svipið. Já. Mér finnst Njarðvík örugglega bara því að maður veit prúven. Já. Það sem við vorum að tala um áðan, svona mikil óvissa í Keflavíkur útlendingunum. Kannski verða það betri heldur en Milka Mario og Lottier dæmið, sko. Og svo bætir Keflavík kannski við sig í 4. Já. En ég held líka að Njarðvíkurkaninn muni breytast í svona fara fram hjá öllum og kikka út á menn kana. Í staðinn fyrir þennan rullu, svona iðnaðar point guard. Pick up Vinny Shahid eða eitthvað svona. Já, menn hljóta að vera að heyra í honum. Já. Hún var látin fara daginn í Fraklandi. Heyrðu, bara takk fyrir komuna. Takk fyrir að hafa okkur. Takk fyrir að hanga hérna í 2 klukkutímuleika á spjallin körfubolta. Já. Og svo bara meistarar helgina, þannig að þetta er alveg að fara að byrja. Geggjað. Thank you. Takk. And when I see you, I'ma take what I want, so you try to front, hope ya. You ain't real, hope ya. My first album had no famous guest appearances. The outcome, I'm crowned the best lyricist. Many years on this professional level. What would you question who's better? The world is still mine. Tattooed